Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 27. mars. Fólki brá eðlilegi brún þegar Morgunblaðið flutti fréttir af því á miðvikudaginn síðasta að menn sem að tengjast mjög alvarlegri líkamsárás sem að framin var í bílakjallara á Höfðatorgi hefðu mögulega tengsl við Hamas-samtökin. Þetta er frétt sem að Morgunblaðið hefur eftir ónafngreindum lögreglumönnum innan kerfisins sem að koma rannsókninni. Fólki brá eðlilega einnig í brún þann sama dag þegar yfirmenn lögreglunar drógu þessa frétt í efa, sögðu það væri ekki fótur fyrir því að þessi tengsl væru til staðar, að fréttin væri í meginatriðu röng. Morgunblaðið stendur hins vegar við fréttina og í Morgunblaðinu í morgun er það rakið hvernig starfsmenn Morgunblaðsins áttu meðal annars samtal við einna yfirmennu lögreglunar og þar er ekki dregið í efa að þessi frétt sé rétt. Við þurfum auðvitað að fá þessi mál á hreint enda var þetta öryggi almennra borgara á Íslandi, ekki síður en annara. Og þetta er hópur manna sem að hingað hefur komið og leita skjóls hjá okkur en fer núna með eldi og brennisteini innbyrðis og mögulega gegn öðru fólki einnig. Við erum okkur að spila hérna fyrir ykkur litla klippu úr þinginum þar sem Sigmundur Ernir Rúnarsson, fyrrum blaðamaður og ritstjóri Fréttablaðsins, fór mikinn. Sjáðu hvað hann hafði að segja þetta allt saman. Mér langar að velta fyrir mér á hvaða vegferð Morgunblaðið er í blaðamennsku sinni. Í dag skellir það á forsíðu sinni með stríðsletri að Hamas-liðar hafi verið í einhverju aðgerðum í Höfðatorgi. Það er enginn skrifaði fyrir þessari frétt og það er heldur enginn fótur fyrir henni. Lögreglan á Íslandi hefur sagt þetta vera rangt. Enginn fótur fyrir fréttinni. Hún er röng. Það er sem sé verið að teikna upp þá mynd að það stafi ógn af öllum palestínskum flóttamönnum sem hafa leitað skjóls hér á Íslandi. Þetta er fréttamennska sem er stór hættuleg. Lögreglan á Íslandi þarf að draga tilbaka fréttaflutning Morgunblaðsins palestínummenn á Íslandi. Svona er komið fyrir blaðamennsku hér á landi. Sigmundur Ernir ætti að vita það með mikla reynslu úr fjölmiðlum að lögreglan dregur ekki fréttir Morgunblaðsins tilbaka. Það er aðeins Morgunblaðið sem gerir það ef að fréttin er röng, en þessi frétt er það ekki. Það er ekki mikil reisn yfir þinginu þegar alþingismenn í skjóli þess ráðast á fjölmiðla með þessum hætti og láta eins og ekkert sé sjálfsagðara. Hann vísar þarna í hjálparsamtökin svokölluðu Solaris sem að söfnuðu 20 milljón á sínum tíma til þess að koma palestínskum flóttamönnum út af Gazasvæðinu og hingað til Íslands. Það hafa verið uppi grunnsemdir um það hvernig þessum peningum var ráðstafað og af hverju þurfti 20 milljóna til þess að koma fólki út af svæðinu. Kallað hefur verið eftir rannsókn á þessu en lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu sá hinn sami og stígur núna fram og heldur því fram að heimildamenn Morgunblaðsins hafi rangt fyrir sér. Hefur fellt rannsóknina aftur og aftur niður. Ríkissaksóknari hefur krafist þess að rannsóknin verði tekin upp að nýju. Enda er mjög alvarlegt ef að söfnunarfé héðan frá Íslandi hefur verið notað í ólöglegum tilgangi til að koma fólkinu út af svæðinu. Skiptir þá engu ásetningin við að hjálpa fólki. Það er einnig rangt sem að Sigmundur Ernir heldur fram að menn séu að reyna að halda því fram að það stafi ógn af öllu flóttafólki sem að hingað kemur, meðal annars frá Palestínu. Hins vegar blasir við af þessum fréttaflutningi að okkur stendur ógn af glæpamönnum sem að hingað koma í þeim tilgangi að vaða yfir samfélagið. Þetta dæmi af Höfðatorgi er eitt af fjölmörgum sem að við höfum fjallað og vitum af og það væri meiri bragur af því að alþingismaður eins og Sigmundur Ernir myndi taka hagsmuni Íslendinga, öryggishagsmuni almennings á Íslandi fram yfir þetta orðagjálfur. Við munum halda áfram að fjalla þessi mál enda á almenningur rétt á því að vita hvernig í pottin er búið. Við höfum þorað að segja frá því hverjir þarna átt í hlut og hvaðan þeir komu. Það vildi lögreglan alls ekki gera. Það segir ýmislegt þöggunina sem á sér stað, meðal annars sem að tengist þessum Solaris samtökum. Núna verða stjórnvöld að gera sig í brók, rannsaka málið og kanna hvort að þar hafi verið pottur brotinn.
Við munum fara yfir þetta hér á eftir með góðum gestum, þeim Grími Grímssyni, fyrrum yfirlögregluþjóni og núna þingmanni Viðreisnar og Bergþóri Ólasyni, alþingismanni fyrir Miðflokkinn. Þeir ætla að ræða þetta mál og ýmis önnur, meðal annars stöðuna í hagkerfinu. Hagstofan kynnti fyrir vikunni nýja mælingu á verðbólgunni. Í mars mælist hún 5,4% og eykst úr 5,2% í febrúar og janúar. Þetta alvarlegt mál, meðal annars má rekja hækkunina til hækkandi olíuverðs vegna atburða í Íran, en við sjáum líka að matvara og drykkur að hækka 0,7% í einu mánuði. Það gerir yfir 8% hækkun á ársgrundvelli og algjörlega óþolandi ástand. Ríkisstjórnin hefur heitið því að koma böndum á verðbólguna, því að annars verður ekki hægt að koma böndum á vextina sem að nú fara hækkandi eftir nýjustu ákvörðun Seðlabankans. Við bíðum í ofvæni eftir að sjá hvað fjármálaráðherrann íslenski ætlar að gera í þessum málum. Hann hefur boðað aðgerðir eftir páska. Stjórnvöld í öðrum löndum hafa brugðist við, meðal annars með því að lækka skatta á eldsneyti út af ástandinu í Íran, en það hyggja stjórnvöld hér á Íslandi ekki gera. Hvað þau ætla að gera kemur svo vonandi ljós sem allra fyrst, enda eru íslensku heimilin sem að flest eru núna með verðtryggðar skuldir á sínu húsnæði að sligast undan vaxtabyrðinni og verðbótunum sem á þessi lán leggjast. Í seinni hluta þáttarins ætla ég að ræða við Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Ingvar Þórðarson, þingmann Viðreisnar. Við ætlum að fara yfir Evrópusambandsmálin og nýframlagða ríkisfjármála áætlun sem að gildi fyrir árin 2027 til 31. Það er okkur heitið því að taprekstri ríkissjóðs verði snúið í jákvæðar horfur eða á jákvæða vegu strax 2027. 1 milljarð þá og svo 20 milljarða árin á eftir. Fylgist með þessu, en áður en að því kemur allar Ásthildur Hannesdóttir að fara yfir stöðun í pólitíkinni eins og hún blasir við okkur á samfélagsmiðlum. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Forsala er hafin. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Limtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntuðu möguleikana á limtrevírnet.is. Unikonta er öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í notkun og býður upp á endalausa möguleika. Unikonta.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Halló, halló, kæru vinir og óvinir. Heyrðu, vá hvað var mörgum brugðið yfir tilmælum Guðlaugs Þórs í Pontu í vikunni þegar hann bara bað almenning vinsamlegast að hlusta á Samfylkinguna. Já, já. Það héldu einhverjir að hann hefði bara farið öfugt fram úr rúminu eða væri að koma út úr skápnum eða eitthvað, en það var nú ekki alveg þannig. Heldur voru skilaboð hans bara mjög skýr. Ég hvet þjóðina til að hlusta á þessa skattaglöðu Samfylkinguna, því ef þið hlustið þá kjósi hana aldrei aftur. Talandi Samfylkinguna, síðastliðna helgi fór fram svokallaður flokkstjórnarfundur á vegum Rauðu blokkarinnar og stuðið og samtakamátturinn leyndi sér ekki. Gosh, hvað maður hefði nú verið til í að vera þarna. Ha? Já, Kay Frost æðstistrumpur, hún ávarpaði sitt fólk og bað bara að allir tækju ábyrgð á öllum og þá myndi Ísland bara verða betra. Ha? Já, fínt, já, sæll, Ég á bara alveg nóg með sjálfa mig. Ég meiri segja bara smá ströggla við það,
En þetta var ekki eini góði félagskapurinn sem Kristrún naut þess að vera í vikunni. Nei, gott fólk sko. Hún og finnski stubburinn fögnuðu 39 ára afmæli Rob Jetten, eða ég veit ekki hvað hann heitir. Hann sko nýkjörinn forsætisráðherra Hollands, bara frá því í febrúar sko. En hann jafnframt yngsti forsætisráðherra sögunar í Hollandi og svona líka samkynhneigður. Og ég veit ekki alveg af hverju mörgum finnst möst að halda því til haga, en já. Afmæli, já, gaman. Bláa flokkin á Íslandi hélt líka svona flokkstjórnarfund eða flokksráðsfund eða whatever. Þið með bara ráða hvað ég kalli þetta. Og já, ég veit ég kannski farin að hljóma svolítið eins og Jórunn Einarsdóttir, stjórnmálaskýrandi í Danmörku. En mér finnst bara eitthvað smá kúl að tala svona blokkir í öllum regnbogans litum eins og hún gerir. En á flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins hélt ísdrottningin algera eldræðu. En svo kom smá svona lægð yfir landið og svo virðist vera sem að vindurinn hafi bara haft meiri áhrif en ræðan sjálf. og svo bíða lægðirna bara í röðum, en spennó. Hanna Kata beið af sér veðrið og vann við tölvuna heima fyrir, enda skynsemis manneskja sem fer eftir fyrirmælum sko. Hún var pottþétt ein af þeim sem var með svona ég hlýði víði freim á prófælmyndinni sinni í COVID. Það var alveg sérstakar tegundar af fólki sem að bytta á það sællar minningar. Alþingi lét almenning vita að röskun gæti orðið á þingstörfum vegna óveðursins, en svo virtist nú bara vera sem að flestir höfðu stokkið í strætó og mætti í vinnuna. Enda var verið að greiða atkvæðum þar sem að flestir eru sammála á þingi, nýsköpun og eitthvað svona bras. Nanna systir Simadaba sýndi það sko svart á hvítu. Sjáu þetta, það er allt grænt. Allir sammála, ekkert eðlilega fallegt. Grænn sko uppáhaldslitur minn. Sjálfi kóngurinn heimsótti hverfi 110 eða 11-0 eins og segir í Árbæðilaginu góða. 110 eða 11-0. Já, ég er kannski ekki alveg á góða bent, en ok. Hann fekk sem sagt bara mjög höfðinglegar móttökur og skoðaði höfuðstöð á strætó og borðaði eitt feitan hammar á matellinu upp á Höfða og þetta var bara svona eins og einhver útlandaferð fyrir hann, bara þvílík upplifun, allavega af svipans að dæma. Algjör dúllumús. JP orkumáladúti kvartaði einhverja vindverki í vikunni sem sennilega eru komnir til af öllu þessu óveðri. Nei, guð? Jesús, ég trillist. Vindur og vernd stendur, ekki vindur og verkir. Í alveg ég biðst forláts. Ég sko með dyslexíu á háu stigi. Latan heila og allt saman, svo ég fættist. Dagga Konna tók ræktarspegla selfie í vikunni og séturinn titturinn hvað gellan í góðu formi. Eigum að ræða það eitthvað eða? Það sama má segja þingdarstjórnunarlöggu þingsins, Diljá Mist. Hún tók sambærilega ræktarselfie og ekkert að grínast með þetta lean body sko. Guð minn góður. En sama þó hún vinni dægrin löng og langt fram eftir öllu, þá gefur hún ekkert eftir í ræktinni. Elsku Obba okkar var ekki alveg á sömu blaðsíðu og það Dagbjört og Diljá í vikunni. Nei, hún var í smá svona sukkgýr. Það kemur fyrir besta fólk. Hún nú mannleg sko. En ég veit ekki alveg með þetta sælgætis kombo hjá henni. Kók og draumur. Gæti verið hægt að túlka þetta sem einhvers konar svona pólitíska yfirlýsingu eða? Ég skal ekki segja. Inga Sæland upplýði sig hafa unnið sætan sigur í vikunni fyrir hönd þeirra sem á launum hjá almannatryggingakerfinu. Launum sko, ekki bótum. Djöfulli gott að finna veskið þykna svona. Sælu Víman, hún bara hellist yfir mann. Njótið. Austurlenska augnakonfektið brá sér í hlutverk kennara á dögunum, en í síðustu viku þá var hann fasteignasali sko. Fjölhæður Metzeða. Holy guacamole, hann bara ekki hægt þessi maður. Daði Már fjármálaráðherra var drekinn í vikunni. Sko drekinn. Bara bless keks, cornflakes, klukkan 6 og hann var bara í áfalli sko. Nei, bara í algjöru sjokki sko. Nei, ég er ekki að djóka, bara í andlegu yfir þessu. Elsku drengurinn. Tóka Gunn og kommissarinn voru í stuði í vikunni. Heldur betur sko. Alles klar, kommissar. Djöfull maður til í þetta. ESB-veislan, hún bara hafin og geymsluþolið á majónesinni endalaust. Ok, eru viðræður ekki hafnar? Ok, ég skil. Sorry. Það náttúrulega bara álíka trúlegt og að jörðin sé flöt eða eitthvað. Jæja, góða helgi bara. Komið sælan í við
þökkum Ásthildi fyrir hennar ágætu yfirferð á samfélagsmiðlunum. Það alltaf nóg að vera þar. En það á líka við vettvanginn hér framundan. Ég fengi til mín 2 mjög góða gesti. Það Bergþór Ólason frá Miðflokki og Grímur Grímsson frá Viðreisn. Við ætlum að ræða helstu fréttir vikunar. Sælir og blessaðir. Sæll og bless. Ég ætla nú að byrja á að ræða það sem að maður heyrir skrafað í heitu pottunum. Það verðbólgan og efnahagsástandið. Við vorum að fá enn eina vonbrigða mælinguna í vikunni. Verðbólgan komin í 5,4% og eins og Seðlabankinn talar þá virðist þetta vera á breiðum grunni, ekki bara olían sem var viðbúið myndi hækka. Grímur, þið í meiri hlutanum, eru það að berjast við þetta með einum öðrum hætti? Eigum við von á aðgerðum heldur frá fjármálaráðherra og forsætisráðherra eftir páska eins og þau hafa talað um? Já, mér heyrist það sem verið að vísa til þess að það verði einhverjar aðgerðir. Nú það auðvitað þannig að fjármálaáætlun var kynnt í gær fyrir 27 til 31 og þar náttúrulega gleðilegt að það reyna að ná það að vera með hallarleysfjárlög strax 27. En verðbólgumælingin auðvitað vonbrigði og hún einhver lítið komin til að hækkunum flugfargjöldum og hækkunum á matvöru en enga síður, það auðvitað olían sem við ráðum ekki hvað að gerast í heimsmálunum, hvað það varðar. En það að mínum mati mjög mikilvægt að við horfum til þess að horfa til þess kostnaðar sem er í ríkinu, það er að horfa til þess að skeringstar á kostnaðar. En það heldur, þegar nú auðvitað fólk bara að sjá verðbólguna rísa mánuð eftir mánuð, lánin að hækka, vextir að hækka, þannig að fólk hugsa kannski, kallar þetta ekki á bráðaaðgerðir, frekar heldur að horfa á fjármálaáætlun 5 ár fram í tíman eða í þeim túr? Já, varandi baráttu við verðbólgu, þá ég ekkert vissum að það séu til einhverja bráðaaðgerðir sem að virki, aðgerð sem virki hratt. Það þarf að því hefur verið haldið fram bæði að forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem eru auðvitað menntaðar á þessu sviði, fræðingabæði, að halda sig við þá áætlun sem hefur verið sett og það skiptir máli fyrir ríkið að ná niður að vera með hallarleysfjárlög og þannig að það leggi ekki til inn í verðbólguna að vera með halla á fjárlögum. Nú var það þannig að bara fyrir í lok síðustu viku þá var ég á skipti hjá nefnd og núna í fjárlaganemnd. Þannig að við fengum kynningu í gær á fjármálaáætluninni og þar stendur til að draga úr kostnaði til þess að ná okkur í hallarleysfjárlög. Og ég bara meta þannig að það sé alveg greiðlega mikið að við komumst í hallarleysfjárlög og við förum ekki að halda áfram með halla, hvað sem öðru líður. Þið eru meðal annars að boða 1% fækkun stöðugilda hjá ríkinu. Já. Það áhugavert. Það áhugavert en það auðvitað þannig að það hafa vaxið nú ég að reyna að muna ártali en það hafa vaxið fjöldi ríkisstarfsmanna hefur vaxið 19% á einhverju tilteknu árabili sem að hvort það frá 2019, ég ekki alveg viss. Það var 18-19. 18-19. Það gríðarlegur. Þannig að það mikill vöxtur og vöxtur umfram fjölgun þjóðarinnar og umfram fjölgun á almenna vinnumarkaði. Þannig að þarna eitthvað sem þarf að horfa til. Við getum ekki látið ríkið vaxa endalaust. Það alveg ljóst og við höfum helst að fara í auðvátt. Láta ríkið minnka eins. Já, ég gerir ráð fyrir að þú sért sammála því Bergþór en varðandi aðgerðir ríkisstjórnarinnar og þessa stöðu, þetta horfir alveg rosalega illa sanna sagna. Þetta gerir það og því miður er margt sem bendir til þess að þetta sé að verða svona meira viðvarandi staða heldur en viðverður unað. Og ég verð að viðurkenna að skilaboðin sem birtust í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar í gær voru held ég ekki þau sem að Seðlabankinn hefur í raun verið að kalla eftir undanfarið. Seðlabankastjóri sagði með mjög skýrum hætti í síðustu viku að vissulega væru hallarlaus fjárlög mikilvæg en þau væru ekki eina og ekki kannski mikilvægast atriði nú stundir að horfa til. Það væri þessi þróun umfangsins opinbera og mér í raun óaði við þeim áformum sem þarna birtast varðandi þróun heildartekna ríkissjóðs. Ég held að menn þurfa að ganga miklu harðar fram í því að skera niður útgjöld ríkissjóðs. Bara heildarútgjöldin, það þarf að fara í einhverja mjög ég leyfi mér að segja harneskjulega vegferð gagnvart þeim. Við sjáum til dæmis þarna eru uppi áform það að vaxtagjöld ríkissjóðs vaxi
20 milljarða frá 2027 til 2031 á sama tíma og ríkisstjórnin heldur því fram að framundan sé sko niðurgreiðsluferli skulda. Við sjáum sömuleiðis þegar eru skoðuð heildarútgjöld vegna örorku. Þá eru þau ekki á þessu tímabili 2027 til 2031 ekki nema haldi við sko íbúaþróun, fjölda íbúa í landinu. Ekki áhrif vegna hins nýja vísitölutengingar bóta sem eru metin af ríkisstjórninni sjálfur upp á 5 milljarða á ári. Þeim greinilega ekki komið fyrir þarna, þannig að ég hef sömuleiðis áhyggjur af sko því hversu raunhæf þessi áætlun og það versta sem hún gera í stöðu eins og nú uppi að setja kíkinn fyrir blinda augað og plata sjálfan sig. Ég held að við verðum og þessi 1% fækkun ríkisstarfsmanna þegar við horfum á 19% fjölgun frá 2017-2018, frekar en 2018-2019, ég man ekki hvort árið viðmið, þá held ég að það þurfi að svona stíga fram með miklu meira afgerandi hætti í þeim efnum, því miður, það sé staðan. Þannig að ég hræddur að skilaboðin sem birtust í fjármálaáætluninni í gær séu ekki þau sem að kallað var eftir til þess að raunverulega draga úr verðbólguvæntingum hér á markaðnum sem auðvitað undanfæri þess að verðbólga fari niður. En sko, þegar nú ættarlega eins og ég sé dæmalaustu viðtal við Seðlabankastjórinn í Silfrinu á mánudaginn, það var ekki traustvekjandi viðtal sanna sagna og einhvern veginn hafði maður á tilfinninguna að það væri verið að fara að boða okkur enn válegri tíðindi en að hann hefði bara ekki komið sér í það. En hann að segja, það stefnir allt í að vextir verði hækkaðir enn frekar. Greiningar aðra segja að það bara blasir við að það gerist í maí. Vinnumarkaðurinn í algjörri spennitreyju út af endurskoðun kjarasamninga 1. september næstkomandi. Væntanlega þurfa stjórnvöld að koma með einhverja bráðaaðgerðir aðrar heldur en að vísa í fjármálaáætlunina. Bara til þess að reyna að róa markaðinn. Eða munum við bara segja þetta verður bara að hafa sinn gang? Nei, ef ég mætti taka boltan, sko, ég held að það sé giftu auðvitað máli að það sé, sko, aðhald í ríkisrekstri auðvitað bara gríðarlega mikilvægt á öllum tímum, til langs og skamms tíma og við verum bara að horfa til þess að það sé hægt að gera það. Auðvitað það þannig eins og með fækkun ríkisstarfsmanna að 1% kannski, það virkar ekki þungt í vasa en það auðvitað þannig einhverstað að verður að byrja og þegar það er að vindu ofan á svona lögu þá þarf að byrja einhverstaðar. Sko, þetta er ekki hug að gagnrýna Seðlabankann. Seðlabankinn hann er með sín tæki til að takast á við verðbólgu og lögum samkvæmt og það er eins og að þannig að maður getur alveg veltið fyrir sér og það er alltaf í lagi að maður veltið fyrir sér hvaða áhrif hafa vaxtahækkanir og hverjir eru það sem að helst finna fyrir vaxtahækkunum. Jú, það er þannig að það eru þeir sem eru kannski nýlega búin að taka lán til að koma sér inn á húsnæðismarkaði þess áttar. Og þannig að sko, það er þannig lítill hópur kannski sem að lenda í því að bera þessa byrðar af vaxtahækkuninni. Þannig að ég held að það sé skipti verulegu máli. Ég vona það að við sjáum kannski betri tíð fyrir maí, að við sjáum kannski að það verði ekki vaxtahækkun. Hins vegar verðum við bara að taka því ef að Seðlabankinn telur það sem þarf að gera. En við erum náttúrulega samt búin að sjá hér að það er hækka atvinnulausistölur og það er orðin töluverð sko mun minni spenna á markanum heldur en hefur verið. Þannig að vaxtahækkun það þurfa allir að velta fyrir sér hvað áhrif hefur hún og hvar hefur hún áhrif. Já, mjög alvarlegt auðvitað að hagkerfið að draga saman en verðbólgan á sama tíma aukast. Það er einhvern veginn aftengjast þessi möguleikar Seðlabankans og annarra til að bregðast við. En ég setja þetta í samhengi við bara viðbrögð manna í Svíþjóð og á Spáni núna út af þessum aðstæðum sem að skapast í Hormúsundi og hækkandi olíuverðs. Þar hafa menn bara ákveðið að lækka skatta á þessar tilteknu vörur til að reyna að bregðast við. Það var búið að vara ríkisstjórnina við vörugjaldahækkunum á bifreiðar sem að komi mjög illa út inn í verðbólgumælingar í janúar og að þeir virðist í febrúar líka og núna mars, svokallar annar umferðar áhrif. Þarf ekki bara að kippa tilbaka til þeim ákvörðunum og segja þetta voru mistök, við kynntum hér undir verðbólguna þrátt fyrir að við höfum fullyrt að það myndi ekki gerast. Það er auðvitað þannig að fólk þarf að vera tilbúið til þess að standa með þeim ákvörðunum sem það tekur og ég sé ekki merki þess að það sé komin ástæða til þess að draga tilbaka þessar aðgerðir.
Verðbólgan er 5,4%. Jú, hún er það. Og það er merkið. Já. Nei, það er ekki merkið. Það er einhver leyti spilar það inn í aðrar hækkanir auðvitað. Já, það er ekki bara hækkun á vörugjöldum sem spila þar inn í. En hafði mikil áhrif? Hefur töluverð áhrif. 1%. 1% núna? Nei, í byrjun árs. Einmitt. Þannig að það er auðvitað vonbrigði að fá þessar verðbólgumælingar tvisvar sinnum í röð en svona háa. Þannig að við skulum sjá hvernig hún verður næst og ég vona að við sjáum eitthvað betra. En ef það er þannig að aðgerðir sem eru ætlaðar til þess að lækka verðbólgu, að þær virka ekki, þá þurfum við að horfa til þess að líka til einhver annara atriða. Eru þið með einhverju hugmyndir í minnihlutanum ef að þið væru við völd? Mér finnst nú bara að blasa við, í fyrsta kasti, þá væri skynsamlegt að vinda ofan að þessum verðbólguhvetjandi aðgerðum sem voru teknar hér í desember, því að vörugjöldum voru hækkuð með þeim áhrifum, vörugjöld og ökutæki voru hækkuð með þeim áhrifum sem að við þekkjum og önnur gjöld, líka krónutölugjöld og fleiri skattar. Þannig að það voru hátt í 30 milljarða skattahækkanir ákvarðaðar af ríkisstjórninni í desember. Seðlabankinn benti nú bara sérstaklega á að vörugjöld af ökutækjum hafi haft mjög neikvæð áhrif í þessu samhengi og við verðum líka að hafa það í huga að það er eins og ríkisstjórnin sé að ganga á göflunum hvað var það gjaldtöku og akstur og ökutæki því að ofan á það sem þegar hefur verið ákvarðað núna verið að áforma 20 milljarða gjaldtöku á ári út af hinum ýmsu veggjaldatengdu verkefnum og ég ekki að draga úr því að framkvæmdaði þörf í vegakerfinu. En allt setur þetta þrýsting á eftirspurnarhliðina sem að síðan áfram ýtir undir viðvarandi væntingar háa verðbólgu. Þannig að öll skilaboðin sem ríkisstjórnin að senda frá sér eru því miður, ekki öll, megin hluti þeirra til þess fallin að lengja í þessari stöðu sem við erum með núna hvað varðar háa verðbólgu. Það er ekki bæði að halda og slefti þessu? Nei, það sem væri skynsamlegast væri að halda sér við það að sinna aðhaldi í ríkisrekstrinum og að því að þessu spurtum bráðaaðgerðir, þá þetta blasir við eins og ég segi að vinda ofan af vörugjöldum á ökutæki, það blasir sömuleiðis við að líta til gjaldtöku á varðar akstur og ökutæki, bara í ljósi þess sem að gerast í tengslu við olíuverðshækkanir á heimsmarkaði og þarfamdíkotunum og sömuleiðis þyrfti að líta til þess held ég varðandi flutninga og flug. Við erum náttúrulega í þessari gölnu stöðu varðandi ETS-gjöldin sem eru hér að leggja gríðarlega þungar byrðar bæði á Icelandair og skipafélögin, algjörlega óþörfu og úr takti við markmið þeirra regluna, áhrifin sem koma fram hér á Íslandi. Allt þetta ætti ríkisstjórnin að einhenda sér í núna að vinda ofan af eða skapa tímabundi svigrúm meðan þessi svona hluti þrýsting sem gengur yfir sem snýrað olíuverði og áhrifum stríðsins í Íran. Öll höfum við þetta hagsmuna því að það dragi úr þessu. Þetta er allavega vontíðindi sem að maður sér berast frá Hagstofunni í hverju mánuði og eitthvað sem að menn byggust ekki við, það var verkefni eða yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar að ná vöxtum og verðbólgu niður. En þetta hljóta að vera vonbrigði fyrir ykkur að horfa upp á þetta. Þessar mælingar eru bara vonbrigði og við verðum bara einhvern veginn að horfa til þess hvað hægt er að gera, en það verður samt sem áður, við megum ekki fara út af þessari áætlun sem er í gangi hallarlausfjárlög. Til dæmis Er það eina planið? Nei, það er ekki það eina, en það er auðvitað þannig að jafnan er bara þannig ef við drögum mikið og tekjum ríkisins eins og þau eru núna að þá og jafnvel aukum á gjöldina að þá náum við ekki hallarlausum fjárlögum. Þetta er ekkit flókin jafna hvað það varðar. Ég óttast það að ríkisstjórnin sé dálítið á þeim stað núna sem að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktsson fann sig í COVID-tímabilinu. Samfélagið eru þetta svona, ef svo má segja, svona 1000 mæla hið ýmsa. Í COVID-tímabilinu þá horfðu menn bara á COVID smittölur og stýrðu samfélagin út frá því. Núna virðist ríkisstjórnin vera búin að sannfæra sig það að það eina sem skiptir máli sé markmið hallarlaus fjárlög sem ég reyndar held að sé óraunhæft miðað við hvernig fjármálaáætlun sem var kynnt í gær lítur út og þróun efnahagsmála, en látum það nú bíða, það kemur í ljós síðar. Það er ekki sanngjarnt að tala það sé fjármálaáætlun sé ekki með neitt annað en hallarlaus fjárlög. Hún er náttúrulega að fara yfir það hvernig við ætlum að gera þetta á næstu 5 árum. Staðreyndin er svo að í gær í fyrirspurnatími á Alþingi gekkst fjármálaráðherra við því að hafa ekki birt
lykilgögn á síðasta þingi sem að gera þinginu kleift að rýna og ræða fjármálaáætlunum með forsvaranlegum hætti. Í gær gekkst fjármálaráðherra við því að þau gögn hefði ekki verið birt fyrir umræðunni aflokinni. Mér sýnist á plagginu sem var kynnt í gær að það hefði verið áform að sú staða yrði óbreytt. Fjármálaráðherra reynda gekkst við því að greiningagögnin, markmiðin, viðmiðin, mælikvarðarnir og þess háttar fyrir hvert ráðuneyti yrðu birt núna. En það þurfti að fara það verði mikinn eftirgang og mér sýnist þetta að vera svona einhver tilhneiging hjá ráðherrum ríkisstjórnarinnar að veita minni upplýsingar en meiri sem að síðan skaðar umræðuna til að mynda gagnvart fjármálaáætluninni í þingi. Í fyrra vantaði 200 blaðsíður. Svona ef við horfum á hvernig umfang þeirra gagna sem vantaði árin á undan. Í fyrra vantaði cirka 200 blaðsíður af gögnum inn í fjármálaáætlunina sem birt var. Það hitti bara þannig á að þær 200 blaðsíður grundvalla alla umræðuna. Þar eru upplýsingarnar sem skipta máli sem segja hvert og eitt ráðuneyti ætlar að haga sínum málum. Eru þessi gögn komið fram núna? Nei, þau hefur nefnilega ekki komið fram og ég held að þau hefðu ekki komið fram fyrir að umræðunni aflokinni nema að því að það tókst að króa fjármálaráðherra af þarna í fyrirspurnatíma í gær, þar sem hann gekkst við því að þessar upplýsingar hefði ekki verið birtar fyrir að umræðunni aflokin í fyrra. Þetta er svona mynd sem hefur verið að teiknast upp í fleiri málum sem er mjög alvarleg. Hvenær fáið þessu gögn? Gögnin voru aðgengileg Bergþór á F-síðu og það er þannig að það er hægt að sjá umferðin á F-síðinu og það kom fram líka hjá fjármálaráðherra í gær að það hefði ekki verið það mikil umferð á F-síðunni, það hefði verið virst eins og þeir að nota mikið. Það var að því að þessi gögn voru birt eftir að umræðan var lokið eins og fjármálaráðherra gekkst við. Það er alvarleikinn í málinu. Það er þessi feluleikur með upplýsingar, feluleikur það hvernig menn ætla að ganga fram og feluleikur í raunum það hvert planið er. Hvert er planið? Það er engin feluleikur með gögn. Fjármálaráðherra bara gekkst við því í gær. Já, hann gekkst við því að þetta hafi ekki fylgt áætlun. Hann gekkst við því að þetta hafi ekki verið birt fyrir umræðunni aflokinni. Það er alveg fráleitt staða, þetta er bara rammað inn í lögum opinber fjármál, meira þess að fjármálaráð gagnrýndi þetta í fyrra. En þið hafið ekki fullvissu fyrir þessi komið þá? Ég hef ekki séð, það er allavega, þegar ég les plaggið sem liggur fyrir þá er ekki vísað til þeirra, en það má vera að þetta hafi verið birt einhvers staðar á netinu í gærkvöldi, en ég hef ekki fundið það sem komið. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þessi gögn séu aðgengileg. Ég hvet alla áhorfendur og áheyrnendur spurninga til að kynna sér ríkisfjármálaáætlun, þetta er ekki með 186 síður, það er grunnplaggið. Grunnplaggið, en það og skemmtilesning. Nei, það er hitt sem vantar það sem allur umræðu grundvöllurinn er. En almennt séð, bara svo ég segja... Bara ég minna á fyrirgjöfu, bara í fyrra þá gekk stjórnarandstaðan út úr fyrstu umræðinu. Bara það er ekki hægt að ræða fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar án þeirra gagna sem ekki voru birt á síðasta þingi. Það er grundvallaratriði að okkar samfélag byggir bara á því að við höfum upplýsingar. Þannig að mér finnst grundvallaratriði að það verði alla upplýsingar birtar sem þarf. Ég bara ánægð með þá afstöðu. Ég er sannfærður að það verður gert. Já. Það hefði ekki þegar verið. Við fylgjumst með því. Já. Nú ætla ég að venda hvað okkar í kross. Það hefur gustað talsvert fjölmiðlinn, Morgunblaðið frá því á miðvikudaginn. Þá birtum við á forsíðu okkar all svakalega frétt. Það varðar stórfellda líkansárás, mikið ofbeldismál sem kom upp á bílakjallar á Höfðatorgi og í fréttin er fullyrt að þar hafi komið að menn frá Palestínu og að þeir hafi tengsl við Hamas-samtökin. Morgunblaðið hefur síðan ítrekkað það að fréttaflutningurinn af þessu sé réttur á grundvelli heimildamanna innan lögreglunar en yfirstjórn lögreglunar steig fram á miðvikudaginn og sagði það er ekki tæft í þessu máli. Eins ótrúlegt það er að þá hefur öll umræðan og meiri segja rataðin í þingið farið í að hamast á Morgunblaðinu fyrir fréttaflutningin og það hvort að hann sé réttur eða rangur. Náttúrulega aðeins til að heyri í ykkur hvað það varðar. Þið urðu vitna þessar umræðin í þingið þar sem Sigmundur Ernir Rúnarsson fór mikinn fyrir ritstjóri Fréttablaðsins. Þið hljótið að hafa, eða ykkur hlýtur að hafa brugðið við þessa frétt eins og öðrum. Já. Ég kannski tek fyrst að það er þannig að ég ætla bara að slá hann á varnagla frá því ég stegi út úr lögreglunni þá hef ég engar innri upplýsingar þaðan og myndi ekki gera mínum fyrir kollegum að það var óska eftir upplýsingum innan á lögreglunni. Nei. Hins vegar hef ég auðvitað fylgst með þessu máli í fjölmiðlum og það er þannig að hér eins og ég sé þetta og hef auðvitað reynslu úr lögreglunni að þá er hér mjög alvarlegt mál að ræða sem þetta er rannsóknar. Stórt og mikið. Mjög alvarlegt að eftir að marka á fréttaflutninga þá hefur bifreið verið notuð jafnvel til þess að aka á mann. Sem er tilraun til manndráps. Sem ég reikna með að málið sé rannsakað með sem slíkt.
Og það þannig að þegar að svona kemur upp eins og fréttarnir eru að þá það þannig að það fer svolítið fókusin af þessari alvarlega máli. Hann fer einhvern veginn það hvort að hvort það eru tengslu Hamas eða ekki Hamas. Og mér finnst alvarlega afbrot sem þetta rannsóknar svolítið líða fyrir það. Að það sé orðin einhver svona polariseringi sem kannski auðvitað grafalvarlegt máli væri en kannski aukaatriði hvað var þessa rannsókn. Hins vegar það mín skoðun, Stefán, að það sem kemur frá lögreglunni, yfirstjórn lögreglunar, það hið opinbera og ég treysti því fullkomlega hvaðan kemur hvað þaðan kemur. Já, við viljum gera það. Já. En það auðvitað líka grafalvarlegt mál þegar að heimildamenn okkar innan lögreglunar sem að koma að rannsókn málsins sjálfs fullir það annað. Og það veldur auðvitað tortryggni allavega okkar meiningar lögreglunar. Menn eru mjög snöggir að íta Morgunblaðinu fyrir lestin og segja þetta eru lygar og þvættingur en við auðvitað byggjum þetta bara á grundvelli traustra heimilda. Það auðvitað grundvallir atriði sem bara áhugamárum fjölmiðla og fylgjast með fjölmiðlum þá getur maður alveg ímyndað sér það að þegar svona fréttir í smíðum að það sé leitað eftir afstöðu lögreglunar. Jafnvel þó að menn hafi ónafngreinda heimildamenn innan lögreglunar. Það eru þetta menn sem ekki láta upplýsingar frá sér. En enga síður og það það sem er munurinn á það sem eins og ég horfa á þetta, eins og þú horfir á þetta, að þú hefur einhverja upplýsingar heimildamennina, það sem kemur frá þeim, en ég hef ekki þær upplýsingar, ég hef bara upplýsingar sem ég hef séð koma frá lögreglunni. Við vísum hér í samtal sem við eigum á upptöku á síðu 2 í blaðinu í dag, þar sem rætt við yfirmann hjá lögreglunni. Þetta borið undir hann og hann segir við blaðmanninn, þú ert á réttri leið. Degi síðar kemur þessi yfirlýsing frá lögreglunni sem gengur alveg þvert á það. Þannig að við nafngreindan af yfirmann? Já, við nafngreinum hann ekki en þetta er yfirmaður hjá lögreglunni. Við erum með upptöku af þessu hér á ritstjórninni eins og gjarnan í viðkvæmum málum af þessu tagi. Ég skil það mjög vel hjá fjölmiðlum. Það auðvitað samt sem erfitt að bera saman eitthvað sem kemur það sem ekki undir nafni og síðan það sem kemur official eða opinberlega frá yfirvöldum. Það rétt. Annað atriði í þessu, Fyrirgeðbergur, það áhvert að heyra frá fyrrum yfirmann hjá lögreglunni þetta mál. Í tengslum við þetta, við höfum fjallað hér mikið þetta svo kallar Solaris-mál, sem eru samtök sem söfnuðu 20 milljóna á sínum tíma og nýttu til þess að koma fólki út af Gazasvæðinu, fólki sem kemur frá sama svæði, kann að vera í einhverju tilviku sama fólk og hér á hlut, ég ætla ekki að fullyrða það. Og lögreglustjórinn sem stígur fram núna á miðvikudaginn og segir að ekkert sé hæft í þessu. Hann hefur verið gerður afturreka með niðurstöðu í því máli að hafa kallað eftir því að hann myndi rannsaka mögulegar mútugreiðslur Solaris-samtakana til landamæravarða í Egyptalandi og þessi sami lögreglustjóri hefur fellt það mál niður trekk í trekk og verið gerður afturreka með það ákvörðun. Og maður spyr sig, er eitthvað pólitík í gangi þarna? Af hverju er ekki hægt að taka á þessum málum að festu og ég leif mér að segja bara á opinskáan hátt? Já, varandi það að hætta rannsókn máls er eitthvað sem gerist kannski mjög oft hjá lögreglu, það rannsókn er hætt og þannig eru bara lög meðferð sakamála að slík ákvörðun er kæranleg til ríkissaksóknara og það gerist títt að ríkissaksóknari telur að það sé ekki búið að rannsaka mál nægilega mikið, það sé ekki búið að upplýsa, það sé hægt að upplýsa meira og sendir það tilbaka. Í þessu er engin pólitík og þetta er eitthvað sem er bara mismunandi mat ákæranda. Þannig er ákærandi hjá lögreglustjóranum höfuðborgarsvæðinu sem metur að þetta sé ekki líklegt til sakfellis og hættir rannsókn. Það er kært til ríkissaksóknara sem metur að það sé hægt að gera meira. Þannig að í mínum huga er ekki torkennilegt við þessa framkvæmd. Það er mjög torkennilegt að sjá hversu lítið púður var lagt í þessa rannsókn að þeir virðist og lítið tími sem fór í það. Á sama tíma eru yfirvöld að rannsaka meint mútumál einhverja íslenska fyrirtæki í Namibíu, senda hermanna niður til Afríku, að skoða þetta árum saman, en síðan er hér einhver hópur sem að safna 20 milljóna til að flytja inn til landsins fólk sem við vitum ekki bakgrunnin á og þá er þessu ítt til hliðar eins og ekkert sé. Já, þetta er svo sem sitt embætti sem er með þessar 2 rannsóknir sem vísa til, en enga sigur, það getur vel verið þetta stingir svolítið í augu, en ég fullyrði það
að mín reynsla af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, og þetta var ég yfirmaður þar, þannig að ég einhvern veginn að tala sjálf á mig, en þetta pólitík bara, einhver afstaða skiptir einhver máli, afstaða til fólks það er bara afstaða til málsins og hvort að það sé líklegt til sakfellis og það er líka bara skylda ákærandans að meta það svo. En þetta er ekki nákvæmlega, þetta er ekki þessi, og ég hef ekki lögfræðingur, en lögfræði er ekki nákvæmnisvísindi, þetta eru félagsvísindi, þannig að fólk Þetta er mjög matskennt. Já, mjög matskennt. Og einn ákærandi getur haft aðra afstöðu heldur en annar. Og þarna er það ákærandi hjá ríkissaksóknara sem vissulega hefur völdin til þess að setja málið tilbaka og segja það þarf að rannsaka þetta betur. Og það hefur oft gerst. Bergþór, hvernig horfir þetta við þér? Sko ég kannski óttast það að svona einhverju marki sé svona þessi tilhneiging til staðar sem að kom til að mynda svo að því hún nefndi Svíþjóð áðan. Kom Svíþjóð í töluverð vandræði, þar var svona forðast að ræða þessa hluti með opinskáum hætti, gefa upp hverrar þjóðar afbrotamenn voru og þarfandi gotunum og ég svona óttast aldrei, ég vona að við séum ekki að fara í þann farveg. Því að það var vel rétt sem Grímur segir að þjóðarörnið skipti ekki öllu máli varðandi rannsókn þessa tiltekna máls, en það skipti máli varðandi þá heildarmynd sem að teiknast upp núna. Og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, í tvígang spurði, ef ég man rétt, bæði Bjarna Benediktsson og Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma, hvort einhver bakgrunnsrannsókn hefði átt sér stað á því fólki sem var verið að flytja til landsins með flugvéla á vegum ríkisstjórnarinnar á sínum tíma frá þessum svæðum sem að allavega stór hluti þeirra sem var í þessum bílakjallara kom frá. Og það var einhvern veginn margt í mörgu og lítið gert úr því. Ég held að, ég fekk nú bara skilaboð frá gömlum manni af svona félagshyggjuvang stjórnmálana í morgun, sem sagði bara ég vissi ekki að ég hefði verið að taka þátt í hópfjármögnun á því að flytja Hamas-liða til landsins. Og þetta tengist þessari sólari söfnun sem að hlýtur nú einhvern veginn á endanum að fá einhverja forsvaranlega skoðun því að þetta er bara máli sem að Morgunblaðið og þú hér í spursmálum fletti ofan varðandi var það ekki ISIS-liði á Akureyri forðum sem að greiningadeild ríkislögreglustjóra hafði yfir sér og fleiri dæmi það. Hér er og hvað sem að menn segja, það var nú lengi viðkvæmt hjá lögreglunni að upplýsa hvers lenskir þessar einstaklingar voru. Nú er það ekki lengur að þér virðist viðkvæmt mál. Hvað sem líður þessum Hamas tengingum, að þá er þetta hópur manna sem kemur að þessu svæði, er að fremja hér gríðarlega alvarlegt ofbeldisbrot. Við vitum að þetta eru menn sem hafa verið að standa í annars konar glæpastarfsemi gagnvart íslensku samfélagi. Og það er kannski stóra málið sem við erum að spyrja okkur að. Hvernig getum við látið það yfir okkur ganga? Að þetta fólk komi hér inn í okkar samfélag. Þetta fólk er boðið hingað til þess að koma því út úr erfiðum aðstæðum. Og þakkirnar sem við fáum er það að fólk er hér í stór hættu. Það er verið að svíkja út úr tryggingum, allskyns glæpir sem að tengjast þessum hópi. Verðum við ekki að taka á þessu, á almenningur í Íslandi ekki rétt á því að það sé tekið á þessum málum og tryggt að menn sem að ganga svona fram, að þeir verði ekki hér áfram í þessu samfélagi. Ég má byrja, ég held að þetta blasi við, að það er ekki bara menn rétt á því, heldur verði þetta að verða þróunin, að þetta sé rætt og talað þetta með opinskáum hætti og gripið til aðgerða með þeim hætti sem að þú lýsir hér. Og það passar við það sem allavega í orði kveðnu dómsmálaráðherra segist vera að gera núna, hvað það varðar að auðvelda brottflutning þeirra sem að standa í afbrotum og eru hér á forsendum verndar. Þannig að þetta snýst ekki einhvern rasisma eða fordóma gagnvart einhverjum hópum fólks, þetta snýst að koma glæpamönnum úr landi sem hafa ekki hingað að gera. Og við sjáum bara skýrslur greiningadeildar ríkislögreglustjóra sem hafa komið út annað hvert ár síðan 2017. Það teikna upp grafalvarlega mynd í þessum efnum og við sjáum bara hópa Venezuela, Albanía, Palestína núna. Þetta eru þetta hópar sem hafa verið að grafa sig hérna og með svona fjölda fólks sem frá hverju svæði sem kemur til landsins, þá mæta, ef þeir mæta ekki strax, þá mæta glæpahóparnir á eftir. Það er reynslan sem hefur teiknast upp og þetta þekkjum við frá nágrannum þjóðunum og eigum að bregðast við áður en það verður of seint. Ég er algjörlega sammála því að það verður að bregðast við.
og það er ekkert í orði kveðnu sem að dómsmálaráðherra er að láta en sko málið ekki komið í gegn sko en láta þessi mál koma til sín taka. Það eru nokkur mál sem varða breytingu útlendingalögum sem hafa verið lögð fram. Og það var þetta ekki útlendingalögin, það var gerð, við vorum með frumvarp sem var samþykkt fyrir áramótum varðandi að gera samning við Evrópusambandið þannig að við fengjum alla lista, farþegalista frá flugfélagum sem hinga að fljúga. Það er búið að samþykkja frumvarp hér afturköllun alþjóðlegrar verndar. Við erum hér með til skoðunar varðandi brottfararmiðstöð. Það er með meðferð þingsins varðandi dvalarleyfi og meira annars dvalarleyfi námsmanna sem að sumir hafa haldið fram að kynni hafa verið misnotuð. Og það er líka... Það er bara dæmi þess. Já, ég bara að segja, það er ekki orðið kveðnu þegar það er þannig að það er að leggja fram frumvarp til þess að taka á svona málum og þannig að það sé hægt, ef að það er þannig að hér eru útlendingar sem brjóta af sér og eru alþjóðlega vernd, þá er það hægt að afturkalla verndina. En síðan er það auðvitað þannig að það verður engum vísað til land þar sem að lífi hans er hægt að búin. En er í lagi að þessi menn fái þessi stað að búa Íslendingum hættu? Nei, það er alls ekki. Ekki betra að senda þá til síns heima og þeir taki þá bara ábyrgð á sínu lífi þar í stað þess að við séum með, þetta er nota bene bílakjallari þar sem að almenningur í Íslandi fer á degi hverjum og þeir hafa búið sig í þessum kjallara, það er búið að vara fólk við því að fara þarna sérstaklega konur. Þannig að þetta er auðvitað orðið algjörlega óþolandi ástand. Já, það er auðvitað þannig með afbrot að þau geta haft áhrif á saklaust fólk. Og ég minni til dæmis bara á það, því ég man eftir því máli að það sem var notað skotvopn upp í Ólafssoddal og ein kúlan fór inn í íbúð hjá fólki sem átti sér einskis íls von. Og aftaka? Nei, ég er ekki að tala um það mál. Nei, ég veit, en ég bara minni á það, sko, það er bara, þetta er stað sem birtist okkur. Ég er bara að segja, það er ekki bara útlendingar, það er auðvitað bara, ég er bara að segja, afbrot geta haft áhrif á aðra sem ekki endilega tengjast einhverjum átökum. Og það sem ég horfið til er það, þegar við erum búin að fá þessi frumvörp samþykkt, vonandi bara með stuðningið Miðflokksins og allra flokka, þá verður það þannig að umhverfið verður betra til að takast á við það að fólk sem hefur brotið af sér því verður komið hérðan. Og ég nefndi eitt að því ég glemdi því á þann að það er frumvarp líka sem er tildröð nýkomin til meðferð í allsherjar- og menntamálanefnd sem var að það stytta afplánun þeirra sem hafa ekki tengst hér úr landi og koma þeim fyrir úr landi. Ég verð nú bara að fá að minna á að sko stjórnarandstaðan hefur ítrekað þurft að leggja fram dagskrártillögur á Alþingi til að koma málum dómsmálaráðherra fremst á dagskrá, svo að þau kláruðust. Þannig að það er nú forgangurinn sem að sko skipulag þingsins hefur birt okkur. En síðan það eins vel og ég, það er í umhverju þar sem að vera að tala um eitt mál mánuðin saman annars. Sko. Já, bara forseta og þeim sem fara fyrir ríkisstjórnin hverju sinni í lóa lagið að klára þessi mál innan dagsins af því að það er vitað að það er fullur stuðningur við þau í þinginu. En þessir erlendu glæpahópar sem hafa verið að koma hingað, þeir hafa nú meðal annars lagst á lögreglumenn. Það hefur verið kveikt í lögreglubifreiðum, lögreglumönnum hefur hótað. Það hefur meðal annars verið gert tortryggilegt, meðal annars af öðrum fjölmiðlum í landinu, að fréttin hér á forsíðum Morgunblaðsins á miðvikudaginn sé hún er ekki merkt með nafni. Af hverju halda menn að það sé? Það er vegna þess að fólk óttast öryggi sitt. Blaðamenn óttast öryggi sitt vegna umfjöllunar þessa hópa og það hlýtur að vera að krafa fjölmiðlamanna, lögreglumanna og svo almenning sem horfir upp á þetta að stjórnvöldin í landinu komi þessu fólki úr landi. Það er algjörlega afleidd niðurstaða ef hvort sem það eru blaðamenn eða lögreglumenn sem upplifa það að þeim sé hótað eða þeir séu beittur ofbeldi. Og ég skal bara taka undir það að ef Morgunblaðið metur á þannig að það borgir sig ekki að vera með nafn blaðamannsins þá finnst mér það bara fínulagi en það speglast það svolítið inn í því að lögreglumenn þeir þurfa nú orðið ekki að skrifa skýrslur sínar með nafni vegna þess sama. Nei, og svo sem fréttir Morgunblaðsins eru fréttir Morgunblaðsins, það er ekki aðalatrið en það er ástæða fyrir því að menn gera þetta, það er vegna þess að okkur eða við upplifum það þannig að okkur stafi ógn að þessu fólki og það er óþolandi. Og það er nú eiginlega sko svona skilabúðin sem birtast í því að yfirstjórn lögreglunnar bregðist við með þessum hætti sem að mér þykir sérstakt svo nýljósi þess þeirra frétta sem að Morgunblaðið hefur flutt og ég treysti til þess að séu setta fram með réttum hætti. Sko hver eru skilabúðin? Þarna er lögð mikil áhersla á að það sé engin merki þess að þarna séu Hamas liðar á ferð. Veitu hvað er þá verið að segja? Að þetta séu góðu gæjarnir?
Nei, þetta er ekki Hamas-liða. Þetta eru góðu gæðirnir sem komið þarna í bílakjallaranum. Bara við verðum að komast á þann stað að geta rætt öll þessi mál opinskátt og þetta snýst ekkert rasisma eða fordóma eða neitt þess að þetta snýst bara að vernda okkar góðar samfélag frá þeim áhrifum sem þessir hópar kalla fram. Bergur, þetta nákvæmlega sem ég var að segja á hann, þetta útúrsnúningur. Það alls ekki þannig að það sé nokkuð verið að draga úr alvarleika þessa máls og það bara verið að, eins og ég skil þessa yfirlýsingu lögreglunar, að þá verið að segja það að það hef ekki komið fram upplýsingar að þessir einstaklingar tengist Hamas. En Grímur, ef í ljós kemur að svo er þá lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu stætt? Ég vil ekki vera að svara einhverjum ef-spurningum. Ef að lögreglan kemur yfirlýsingum sem að síðan ekki stend skoðun, þá er það mikill álitsnekki fyrir stofnunum. Þá hljótum við bara að skoða það þegar það kemur, ef það gerist. Þetta er stórt mál. Við munum halda áfram að fjalla þetta hér á vettvangi Morgunblaðsins og Sigmundur Ernir eða Bubbi Morten, þeir mun ekki þakka niður í okkur, sama hvað tautur og raular. Ég óska ykkur góðar helgar. Takk kærlega fyrir komuna í Spursmál. Takk sömuleiðis, góða helgi. Takk helgi. Við erum hins vegar ekki hættir. Við ætlum að fá fleiri góða gesti hérna. Annar þeirra er nú reyndar úr Viðreisn eins og Grímur. Það er hann Ingvar Þóroddsson og svo Guðlaugur Þór Þórðarson. Við ætlum að ræða Evrópusambandið og hver veit nema ríkisfjármálaáætlunin. Þetta skemmtilega plagg sem við höfum aðeins drepið á hér, það verður til umfjölluna hér í seinni hluta þáttarins. Fylgist með. Nýr og alrafmagnaður Kia EV5. Engar hindranir. Komdu og reynsluaktu. Askja. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Pottjættir páskar í sjónvarpi Símans Premium. Hæst, bráðskemmtileg og glæný íslensk þáttaröð. Rænum nýjadreli. Hvernig er það að gera þetta? Það er stjórn óbeðvelt. Öll þáttaröðin í Premium fyrir páska. Röskun, hörku spennandi sálfræði trillir. Það var frammi morð í íbúðinni minni. Þetta er allt í hausnum á þér. Ómissandi þáttaræðis. Hi. My center, my soul is gone. I'll do my best. Hey, Rooster! Oh, hey there! The kids call you Rooster? So good. That was weird. I like the dish. Minecraft bíómyndin og sannkölluð kvikmyndaveisla. Harry Potter. You're not a killer. I am. Stop shooting your sister! HBO Max og Hey You fylgja með áskrift að sjónvarpi Símans Premium. I am a queen, not a butcher. Súkkulaði og sjónvarp alla páskana. Þú getur meira með Síman. Lexus RX. Komdu og reynsluaktu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Grími og Bergþóri fyrir þeirra innlegg í umræðuna þennan föstudaginn. Hingað hins vegar komnir góði gestir. Það eru Ingvar Þóroddsson, hann er úr Viðreisn eins og Grímur, eins og ég nefndi áðan, og Guðlaugur Þór Þórðarson frá Sjálfstæðisflokki. Við ætlum að ræða hér Evrópusambandið og Evrópusambandsaðild Íslands sem gæti orðið að veruleika á næstu árum og síðan ríkisfjármálaáætlunina. Það fyrir vel á því. Þeir sitja báðir í fjárlaganefnd. Velkomnir báðir tveir. Takk. Takk fyrir. Það gengur mikið á í umræðunum Evrópumálin. Stefnir ekki allt í það að það verði gengið til atkvæða þessa spurningu í þjóðaratkvæði 29. ágúst. Eru menn eitthvað að hnika því til, heldurðu, Ingvar? Nei, við stöndum nú bara áfram við það sem kom fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin og núna er þessi þingsályktunartillaga hjá utanríkismálanefnd og enn sem komið geri ég ekkert ráð fyrir því að það verði eitthvað stórar breytingar þarna á, sko. Þið hafið, formaðurinn ykkar hefur gert tillögu að þessu verið frestað, allan fram í október. Hvernig finnst ykkur viðbröðin við þessu verið í þinginu? Já, sko, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla mun fara fram, það er alveg hreinar. En það er alveg ástæða fyrir því að við höldum aldrei kosninga 29. ágúst. Við viljum, og það sem ég vil skríti þetta, að ég átta mig alveg á því að Viðreisn vill fara í Evrópusambandið. Það er bara heiðarlegt.
Ok, forsætisráðherra sagði allt annað fyrir kosningar og sagði að við myndum ekki gera þetta en látum það liggja milli hluta. Ef að þú ætlar að fara í kosningar, sama hvort að það eru alþingiskosningar, sveitarstjórnarkosningar eða þjóðaratkvæði, þá er svona almenna reglan að þú vilt að umræðan verði upplýst, hún geti farið fram og síðan kýs fólk. En ef þú ert að segja 29. ágúst, hvað er þetta að segja? Þetta segir heyrðu að fólk er ekkert að fara í sumarfrí í júlí, við ætlum að taka umræðana þá. Þetta er bursið frá efni máls. Þá er málefnilega ástæði fyrir því að formaður Sjálfstæðisflokksins segir, heyrðu, er ekki skynsamlega að hafa þetta tíma sem gerða verkum að við getum tekið betur umræði fyrir kosningarnar? En er ekki nægur tími til stefnu? Það er nú bara að koma apríl núna og gott að geta nýtt sumarið kannski þegar látið það í annar umræðu. Já, við höfum aldrei gert það í öðrum kosningum og svo eru sveitarstjórnarkosningar í millitíðinni og ég var nú í sveitarstjórnarmálunum einu sinni og við vildum nú hafa, og allir sveitarstjórnarmenn hafa frið til þess að ræða þau mál. Þannig að það er raunni, er rök fyrir því að færa þetta, að við séum ekki í sama tíma og við erum að kjósa í þessum mikilvægu kosningum sem sveitarstjórnarkosningar eru. Það sem er brekka, maður þekki það og þetta er verið að þeim megin að koma umræðinni í fjölmiðla og kynna sín mál. Þannig að mér finnst það í rauninni ennþá frekar fær rök fyrir því að við ættum að færa þessa dagsetningu og raundar tel ég að ef ég hef verið í ríkisstjórninni þá hef ég nú tekið saman það sem að við vitum, bæði með Evrópusambandið sem er ekkert eitthvað sem við vitum ekki hvað er, það er búið að vera hérna lengi, sömuleiðis að það var farið í þessa vegferð og það er bara fullt af gögnum sem að liggja fyrir og gott að taka þau saman. En ég finnst allt mæla með því að fresta þessu þannig að við gefum okkur betri tíma en við vitum það að þessi ríkisstjórn hún á þetta og má þetta og hún mun örugglega fara sínu fram. Þetta er óvanaleg tímasetning eins og Guðlaugur, ég held að geta allir tekið undir það. Af hverju er þessi tímasetning valin? Það er alveg ég held að það séu kostur og gallar við einhvern veginn allar dagsetningar fyrir kosningar eða í þessu tilfelli þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er nú ekki langt síðan ég var í háskóla og til dæmis kosningar á vori fannst mér alltaf einstaklega óheppilegar því þá var maður einhvern veginn á fullu í lokaprófum. Ef við erum að tala eins og hérna í rauninni lok sumars byrjun haust að þá myndi ég allavega ef ég hugsa tilbaka það finnst mér vera bara mjög fín tímapunktur til dæmis fyrir fólki í yngra kantinum. Það er svona ekki jafn mikið álag og meira svigrúm til að kynna sér málin þannig að ég held að sé bara, eins og ég segi, kostur og gallar við alla tímasetningar. Við vorum með alþingiskosningar seinast í lok nóvember sem var algjörlega afleitt tímasetning til dæmis fyrir mig sem frambjóðanda í norðaustur kjördæmi. Þannig að, eins og ég segi, það er held ég kostur og gallar við allar tímasetningar en ég hef ekki heyrt svona sannfærandi rök fyrir því að fara að fresta þessu eitthvað í október. Hvað sem verður, þá auðvitað eins og Guðlaugur nefnir, þá verður gengið til atkvæða þetta. Spurningin er já eða nei, viltu halda viðræðunum áfram? Hvað gerist núna í umræðunni? Mun utanríkismálanefndin eða þingið fá nánari upplýsingar meiri gögn í hendurnar? Mér var persónulega dálítið brugðið þegar þingsályktunartillagan kom fram og það væri raun og veru ekkert haldfast meira það hvað væri framundan. Já, allavega eins og þetta var seinast, það var náttúrulega nefndarálit utanríkismálanefndar frá því 2009 þegar við sóttum aðild þá og þá án þjóðaratkvæðagreiðslu sem ég held að hafi verið stór mistök en það er kannski önnur umræða að þá er það mjög langt og ítarlegt og einmitt verið að stikla á stóru og með mikið upplýsingum ferlið sjálft, samningsmarkmið og svo framvegis. Þannig ég held að sábort sé kannski einhver leyti hjá utanríkismálanefnd sem að getur líka kallað eftir alls konar upplýsingum úr ráðuneytum og svo framvegis og tryggja og þau, já, ég held að þau hafi mjög mikilvæg hlutverki að gegna þegar kemur að því að liggi eins mikið upplýsingum fyrir og hægt fyrir þegar þjóðin gengur síðan til atkvæða þetta stóra mál. En þið hafa verið að undirbúa þetta í 1,5 ár, hefði ekki bara verið gott að geta lagt þetta fram? Af hverju þarf þingið að vera að kalla eftir því? Er ekki ráðuneyti hlýtur að vera búið að vinna þessa vinnu? Hvaða upplýsingar þá nákvæmlega? Já, til dæmis samningsmarkmiðin, til dæmis hvað menn telja þetta muni kosta, annaði þeim úr?
Sko, já, ég sé ekkert endilega af hverju það þyrfti að koma fram í þessari tilteknu þingsályktunartillögu og eins og með það náttúrulega stikla á stóru almennu samningsmarkmiðin í þingsályktunartillögunni og ég tek eitthvað leyti undir með formann utanríkismálanefndar Páll Bartósek þegar hann tala það að sé kannski ekki endilega það heppilegast að vera búin að útlista nákvæmlega hvar þú getur hugsað þér einhvern veginn eða hver eitthvað svona fyrstu markmið og hvar þú getur hugsað þér að bakka og svo framvegis bara eins og að þú væri auglýsa eftir því að kaupa eitthvað á bland og segja já ég væri til að fá þetta verð en ég gæti hugsað mér að selja þessu verði og svo framvegis þannig að já, þannig ég hugsa að það sé ekki endilega eitthvað sem að þarf að vera En kostnaðurinn? Af því að nú blasir það við að ef þjóðin segir já, þá fer ferlið á stað og það hefur kostnaði fyrir með sér fyrir kerfið og það hefur áhrif á stjórnkerfið á þeim. Þú getur eiginlega ekki tekið upplýst ákvörðun það hvort það að fara já-leiðina eða nei-leiðina nema þú hafið til dæmis þær upplýsingar. Já, og eins og ég segi, ég bara á þeirri fagna því að sem bara eins mikið upplýsingum og mögulegt liggi fyrir þegar við göngum til atkvæða og ég held að þetta sé meðal annars setja þeim upplýsingum sem að utanríkismálanefnd hyggst kalla eftir og mun liggja fyrir í nefndaráliti þegar það kemur. Er nægur tími til stefnu hvað þetta varðar? Maður sér að það er að aukast skriðþungin í ýmsum málum inn í þinginu, þingi fyrir 2 vikna leyfi í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar, þeir eru nú að fara í páskaleyfi núna, þeir eru með betri frídaga heldur en flestir aðrir hvað þetta varðar. Mun þingið hafa bara ráðrúm til þess að klára þessa vinnu fram á vorið? Á þess að fara í hagsmunagæslu fyrir stjórnmálamenn en ef að menn nota ekki... Formaður starfsmannafélags. Já, en menn nota ekki þann tíma sem að þingið ekki á störfum til að vinna að þá verður menn ekki lengi í stjórnmálum. Aukaðri. Aðalatrið þetta er tvenns konar. Í fyrsta lagi, sko við erum að fara leið sem engin annar hefur farið. Þetta er almennt þannig, bara, og ég ánundatenga, að það er kosið eitt af kosningamálum hvort að viðkomandi landi að fara í ESB ekki. Þá myndu ríkisstjórn, ef það myndu ríkisstjórnin flokka sem að vilja fara í ESB, þá fara menn í þetta og menn þá búið að taka umræðan í alþingiskosningu sem við gerðum ekki. Ég greiddi atkvæði með þessari tillögu, eða svipari tillögu, sem að við sjálfstæðismenn bárum fram á sínum tíma með þeirri atkvæðaskýringu. Þetta var algjört rugl því að ég var alltaf ósáttur við að við færum þessa leið en ég gerði allt til að koma í veg fyrir færum inn í Evrópusambandið og ég taldi að þetta myndi þá dýpka umræðuna því einmitt fyrir þá kosningar þegar við fórum í þetta þá bara einn flokkur sem var með innan við kringu 30% fylgi sem var fylgjandi því. Nú var bara, þetta var ekkert rætt fyrir kosningar og forsætisráðherra sagði skýrt og fekk atkvæða það, við ætlum ekki að kljúfa þjóðina með því að fara í þessa vegferð. Síðan er hitt að það er mjög áhugavert og ég er búin að vera til í svolítinn tíma og búin að taka þátt í stjórnmálum bæði sem óbreyttur og kjörinn fulltrúi eiginlega bara alla mín ævi. Að mér finnst alveg magnað hvað einhvern veginn engi kannast við lengur af fólki sem ég er búin að taka umræðina við, hvað felst yfir Evrópunu, bara veit ekki neitt lengur. Ég hvet fólk til þess að lesa nefndarálit, utanríkismálanefndar á sínum tíma sem Þorgerður Katrín skrifar undir. Þorgerður Katrín algjörlega hreinu hvað fælist yfir í Evrópusambandið þá og ég er búin að taka oft umræðan með það vegna vegna sem við erum ósámála, búin að vera ósámála í mjög langan tíma. Kristún Frostadóttir sem sagði við ætlum ekki að ræða ESB, hún var í samtökum sem vildi að Íslands gengi inn í Evrópusambandið og auðvitað þekkja þetta fólk þetta mál alveg út og inn. Akademían, ég var í stjórnmálafræði í háskólanum, það var ekkert leyndamál þegar að kenna okkur í Evrópusambandinu hvað fælist yfir í Evrópusambandinu og þannig að sko það er svolítið skrítið þegar að fólki fullir alvöru, fórustu með þjóðina, koma og segja, heyrðu, við ætlum ekki að kjósa ESB, heldur bara svona meira hvort að viljum halda áfram og læra. Það er enginn að fara í dýra þjóðaratkvæðagreiðslu og höfum við alveg á hreinu. Evrópusambandsmegin munum en eins og við gerðum síðast gera kröfum það að okkur sé alvara. Þetta er líka peningar hjá þeim að fara í þetta ferli. Og það sem að mér finnst skipta máli að fólk átti sig á, það er fyrsta sem hún lærir, því þannig er það að ef við förum inn í Evrópusambandið þá erum við að færa völd sem við erum með núna, við þurfum að hafa fyrir að fá og færu það yfir til Brussel. Mikið tala um sjávarútvegsmál því að nú ráðum við þau einum en við þurfum að færa það vald yfir til Brussel og við segjum, við ætlum að semja þetta við ykkur, eitthvað sem við eigum alveg núna sko og við ætlum að fá eitthvað inn í sameiginlegu sjávarútvegsstefnu sem hentar okkur. Sko, þetta fer úr því að við ráðum því alveg í því að við þurfum að semja við Brussel og ef við ætlum að breyta einhverju sem verður gert þá þarf að gera einhverjum Brussel. Ég nefna eitt dæmi annað
Vegna þess að ég lét gera skýrslu, vegna þess að ég vildi ekki það að ég var eitthvað samfærum að þessi aðildarumsókn væri gildi, heldur bara vildi ég sem utanríkisráðherra vegna þess að þessi umræða var í gangi. Þá lagði ég til við ríkisstjórn að við myndum fara mig gegnum þingið og ástæðan fyrir því að það var náttúrulega meirihluti í þinginu fyrir að bara hætta þessu alveg eða semst ekki bara, þú veist, gefa þessu skýru skilaboð og ég var ekkert að taka afstöðu til þess að því Evrópusambandið sagði aldrei við mig eða fyririna mín að við værum í gilda aðildarumsókn og að vera aðildaríki hefur þáttum í sérstaklega stöðu sem við vorum ekki með. Látum við ekki með hluta. Lítið gera skýrslu sem að var komið fyrir í ríkisútvarpinu og ég mætti hérna klukkan 8 á 15-ársmótni og hafði ekki séð hana síðan 2018 og mikið gert úr því að ég myndi ekki hvað var í henni en hún var aldrei birt, heldur að vinnugagn og utanríkisráðherra braut upplýsingalög til að koma höggja á mig og allt góð með það. Ég hvet alla til að lesa skýrsluna. Hún heitir, eða skýrsludraugin, hún heitir Mýraljós í Evrópusamstarfi og ef þú googlar Mýraljós í Evrópusamstarfi þá getur þú lesið það. Á blaðsíðu 19 til dæmis tekið fyrir það sem lá fyrir og menn voru að semja snýra einum hlut, ekki öllum, ég bara einum, sem snýra náttúruverndinni. Og nú veit ég hvað skoðun við höfum hér á því hvort að ég veiða heiðagæs eða fíl eða heimskautaref eða hvað það er. En ég held að eða hvort á friði eða veiða. En ég held sér öll sammála það auðvitað við að ráða því. Ég meina annað er bara fáralt. Ef við förum inn í Evrópusambandið, þá ráða þeir þessu. Og hér er skrifað út hvað við vorum að biðja sumar tegundir sem má veiða í Evrópusambandinu eru friðaðar hjá okkur en mjög margar og flestar, nefndi heiðagæsn og annað slíkt, bara megum við ekki veiða. Þannig að menn voru með að reyna að biðja Evrópusambandið að setja í sína sáttmála að við mættum veiða ákveðna fuglategundir, við mættum nýta æðardún, við mættum vera með þessa eggjatökur sem við erum með. Er það nokkuð vandamál? Já, það var bara, menn voru að setjast yfir þetta. Ég heldur að banna veiða heimskautaref, hann er náttúrulega bara mjög lítið á honum í Evrópusambandinu. Ef að þú telur að þú finnir embættismenn og Evrópuþingmenn sem að hafa skilning á þessu, já þá er þú bara bjartsýnn maður. Og aftur, þá viðtal líka við Össur Skarphéðinsson og Vísi sem einhvern veginn fór fram hjá öllum. Hann er að lýsa því, þó ég sé ekkert, þó mjög að fara svolítið svona á gráttsæði, láta hann líka með hluta, en hann er samt að lýsa því vandræðum sem hann var í, vegna svo nú nota ég hans orð, franskur fasisti sem er Jean-Marie Le Pen og hann segir, tekur sérstaklega dóttir hann segir hugsanlega verða forseti Frakklands og kaþólskur miðjumaður Írlandi, já, reyndist okkur svo erfið. Þeir voru, að því að hann vísar ekki í ICE, en nú notum við líka í þessu aðildarferli að nota aðlögunarferli, ætlum við að reyna að setja skrústykki okkur með ICE, en sömulegis með makrílinn. Og einhver kynni að segja, heyrðu, já þetta var að því að við vorum að sækja með kemur mynd, þá var þetta himnaríki. Við værum alla daga að eiga við þetta fólk. Og þetta er þannig að ef að Ingvar er ósáttur við sjávarútvegsmál og hann er bara ekki kjörnumfundur heldur bara kjósandi og hann gengur á þingmannu Guðlaugi Þór og við erum inn í Evrópusambandið og segir, ég er ósáttur við eitthvað í sjávarútvegsmálum. Þá segir Ingvar, talaði við Evrópuþingmanni Stefán Einar, vegna þess að ég hef ekkert með þetta að segja. Sama með litla og stóra hluti, því að maður geta haft alla skoðun á fuglategundum, þetta er bara eitt af mörgum dæmum. Fólk verður að átta sig á því, ég ber fulla virðingu fyrir því að fólk vilja ganga inn í Evrópusambandið, en við erum að átta okkur á því hvað þýðir ef við förum inn. Já, sko, það er náttúrulega ekki rétt með sjávarútveg, jafnvel ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið á morgun og ekki fá neinar undanþágur í sjávarútvegsmálum, þá er ekki þannig að öll völd og allar ákvarðanir sem tengja sjávarútvegsmálum eru teknar í Brussel. Það er til dæmis, við myndum áfram geta verið með okkar kvótakerfi og ég geti hringt í þingmanni Guðlaug Þór til að kvarta undan því ef ég vildi. Aftur á móti er náttúrulega þannig að heildar afli á hinum þessum svæðum í evrópsku eða í lögsögu Evrópuríkjanna er ákveðin í Brussel. Spánverjar mættu líka eiga meirihluta í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Já, til dæmis. Og það er náttúrulega eitthvað sem þetta er einmitt það sem við erum að tala þegar við, og til dæmis þegar Þorgerður og Kristún og fleiri eru að tala já við vitum ekki allt, þá er meðal annars verið að tala þetta, hvaða undanþágur eða sjálflesnir og svo framvegis gætu við mögulega samið Evrópusambandið við að varða sjávarútvegsmálin. Og ég er mjög bjartsýnn á að við myndum geta ná góðri niðurstöðu þar, að það hefur aldrei neitt ríki sótt
sem með sjávarútveg sem eina af svona grunnstoðum efnahagslífsins eins og við. Þannig að andstæðingar tala að já, það ekkert fordæmi fyrir því að sé samið varanlegar sérlausnir kemur á sjávarútvegi. Já, en það líka heldur engin fordæmi fyrir því að stór sjávarútvegsþjóð eins og við sækjum aðild og göngum inn í Evrópusambandið. Og það sko að mínum að þetta virðist vera nokkuð ljóst með hvernig Evrópuleiðtogar hafa tjáð sig, hvernig Evrópuþingi hefur ályktað að þau hafa talsvert mikinn áhuga á að fá okkur inn, ekki bara Ísland, heldur líka Noreg, og þau eru basically að bjóða okkur á date, og það mjög skrítið að bjóða okkur á date og síðan segja, nei, þá allt saman að gerast á mínum forsendum, ég ekki til að það verður á þessum stað og þessum tíma og við erum að fara að borða þetta, ef þið skiljið hvað ég meina. Þannig að ég sjálfur mjög bjartsýnn á að við gætum samið En þú nefnir sjávarútveginn, þetta á mörgum sviðum sem að við þyrftum að leita sérlausna ef við ætlum að hafa forræði okkar málum. Við erum að fara að afhenda ákveðin völd, hvort sem það varðar veiði ákvarðanir, orkumál og fleira. Ekki dálítið einkennilegt að sækja og að verkefni sé síðan að leita sérlausna í hverju málaflokknum á eftir öðrum? Ég líti ekki þetta á að þetta sé á hverju málaflokknum á eftir öðrum, eins og í orkumál ég er ekki viss að við þurfum einhverjar varanlegar sérlausnir eða undanþágur þegar kemur að orkumálum. Viljum við verða hluti af sameiginlegum orkumarkaði Evrópusambandsins? Það myndi ekki gerast nema það yrði lagður strengur og ég ef það væri ekki nógu skýrt þá væri ég til að hafa það bara skýrt í aðildarsamningnum að verður ekki lagður hér strengur nema með samþykki Alþingis og þá held ég að sé ekkert vandamál til staðar varðar orkumálin, enda jafnvel þó við erum ekki hluti af þessum sameiginlega orkumarkaði í dag og við erum það heldur ekki ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið af því að það engin tenging. Þannig að ég sé að það sjávarútvegurinn sem þarna, svo erum við með landbúnaðinn, þar eru náttúrulega fordæmi til staðar þegar kemur að sérlausnum eins og Svíþjóð og Finnlandi. Ég ekkert að segja að við væri bara nógu gott fyrir okkur að ganga sjálfkrafa í það, að við erum líka eyríki og það eru svona sjónarmiðið varðar matvæla öryggi sem eiga við hér sem eiga kannski endurlega við í Svíþjóð og Finnlandi og ég held að þetta sé allt eitthvað sem Evrópusambandið hefur fullan skilning á og mun hafa fullan skilning á. Þannig að ég... Þeir hafa ekki haft skilning á því þegar kemur að ETS-kerfinu En við erum ekki hluti af Evrópusambandinu. Af hverju ætti Evrópusambandið þegar það að semja ETS-kerfið að taka tillit til lands sem ekki í Evrópusambandinu? Að þið verum með EES-samningin? Já, en þessar reglur eru samdar fyrir Evrópusambandið og síðan okkur og Noregi nokkurn veginn rétt þetta út af EES-samningnum. En ég sé ekki af hverju við ættum að ætlast til þess að ETS-kerfið væri samið með okkur í huga þegar við erum ekki hluti af Evrópusambandinu. Ef við værum hluti af Evrópusambandinu aftur á móti, þá þyrfti að taka tillit til okkar þegar það verið. Þeir taka ekki, ég meina það af því að við erum ekki Evrópusambandinu. Það mjög oft sem þeir taka ekki tillit til sérstaklega smærri þjóðana þegar að hagsmunirnir stangast á við hagsmunir Þýskalands eða Spánar eða Frakklands. Eða hvaða dæmi til dæmis? Stöðugleikasáttmálinn, þarna þegar þú kom með reglurnar varðandi fjárlög hvers ríkis fyrir sig, þá tóku á Írlandi, Portúgal, Spáni, Greiklandi og Finnlandi, svo brutu Þýskaland og Frakkland reglunar og þá fylgdu við því ekki eftir, það fullt að dæmi því. Aðalatriðið þetta og ég ánægður með og Ingvar tekur þessu umræðu finnst mér eins og menni að taka þetta, hann bara að fara rök fyrir sín og líka viðurkenni það að við verðum aðilar af sameiginlegri sjávarútvegsstefnu. Núna ránum við öllum þessum hlutum sjálf. Ef að við viljum til dæmis En utanríkisráðherrann hefur látið því liggja að Evrópusambandið muni taka upp sjávarútvegsstefnu Íslands ef við gangum inn. Já, það mjög áhugavert og en í ofanálag þá segir hún að því það kemur nú þegar Norðmenn felldu þetta á sín tíma að þá var þeim lofa sjávarútvegskommissarnum. Þetta það bara til 5 ára. En látum það liggja milli hluta. Aðalatriðið þetta. Nú erum við að ræða það að við þurfum að semja við ríkjabandalag eitthvað sem við ráðum alveg sjálf. Og bara við höfum mjög mikið fyrir því að ná stjórn á 200 milljónum með okkar sjávarútveg og fram til þessa hefur ekki hvarflað neinum að segja, heyrðu, við ættum kannski að búa til eitthvað fyrirkomulag þannig að við séum að diskutera við einhvern hvað snýr okkar sjávarútvegi. Það stóri munur. Núna erum við með alveg völdin, ef við förum inn að þá verður þeir með völdin. Eitt af því sem liggur alveg fyrir og ég meiri segja Össur fyrir ágætlega það þessu viðtali
að til dæmis varðandi makrílinn og síldin og allt þetta dreifist ofan. Það er náttúrulega fyrir í Evrópusambandið. Við áttu ykkur eins og til dæmis þegar Bretar, þegar þeir fara út úr Evrópusambandinu, þó svo að það vonlaust fyrir okkur að fara út ef við förum inn, við getum fært rauk fyrir því og eftir, og þá Evrópusambandið áfram að veiði þeirra lögsögu, en núna með að Bretarnir þeir sestu við samningsborðið varðandi úthafsveiðarnar. Alveg eins og þeir eru núna eins og við í Alþjóðaviðskiptastofnuninni að þeir eru komið með eigin viðskiptastefnu. En aðalatriði þetta, núna ráðum við þessu og við erum í alvöru að tala um það að reynum að ná samningum eitthvað sem við eigum og ráðum yfir sjálf og ég sé enga skynsemi því en ég er ekki sammálaður varðandi EES-samningin sem að var nú og það eins og áhugavert af því og það ekki eitthvað til mæli með Evrópusambandinu. Evrópusambandinu finnist bara sjálfsagt að brjóta á ríkjum sem þau gerðu samning við því að við gerðum EES-samningin á sín tíma og þá hann skrifaði niður hvernig hann og ef að menn að segja núna já EES-samningurinn sem að, og þeir eru vísu búin að brjóta hann á okkur með því að setja refsiaðgerðir varðandi járnblendi og fleira, að þeir segi bara, heyrðu, þið eru ekki í ESB, það getur vel verið að við séum en EES-samning, en það sjálfsagt að lemja á ykkur þó svo annars ég skrifa og annar hugmyndin við EES-samningin. Ef þeir brjóta okkur hvað þetta varðar, hvað annað munir finnast sjálfsagt að brjóta á okkur þegar við fyrir komin inn sem vonandi verður aldrei? Rétt aðeins áður við förum að ræða fjármálaáætlunina. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, hún vill ekki kveða upp úr það hvort að aðildarumsóknin sem að menn hafa deilt hvort það sé enn í gildi, hvort að hún verið dregin tilbaka ef að þjóðin segir nei. Það er ljóst að ef við segjum já 29. ágúst að þá eru farið í aðildarviðræður og við klárum aðildarsamning sem að síðan verður borin út í þjóðina. Ef að þjóðin segir nei, við viljum ekki halda aðildarviðræðunum áfram. Af hverju er það ekki sjálfsagt mál og augljóst að þá verður umsóknin dregin tilbaka? Ég ætla ekki að tala fyrir Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra en ég segi fyrir mitt leyti ef það verður nei að þá myndi ég styðja þingsályktunartillögu að umsóknin yrði dregin tilbaka. Jafnvel þó að ég sé mikill Evrópusinni en þá finnst mér bara þjóðin alveg eins og, ég vonast til þess að þjóðin segi já og við höldum þessu áfram. Klárum þessa kafla sem voru ekki opnaðir hér í den sjávarútveginn og landbúnaðinn. Náum einhverju góðri niðurstöðu þar til þess að geta farið þarna inn meðal annars inn í myntbandalagið og losna úr og þeim vítarhing sem við erum hérna alltaf með harkalega kjarabaráttur, verðbólguskot, háa vexti og svo framvegis og bæta lífskjör. Það er það sem ég vil, en ef að þjóðin segir nei, þá er þessi spurning út af borðinu og það er náttúrulega það sem þessi þjóðarkvæðagreiðsla snýst að þessi spurning hefur verið í lausu lofti síðan 2009. Þá komið það svo á hreint með þessu. Þannig að ég myndi segja já, ef þetta er búið þá Er það afstaða þingflokks Viðreisnar? Þegar Kristrún segir að við höfum ekki bara rætt þetta eða velt þessu fyrir okkur sem að kemur manni í raun og veru mjög óvart. Það er ekki afstaða einhver þingflokks Viðreisnar, það er mín afstaða að ef það kemur nei, að þá er þetta bara frá og við höldum þá bara áfram að hafa þetta óbreytt varðar gjaldmiðilinn og fleira. Þú myndir styðja slíka þingsályktunartillögu? Já, enda vildi ég flytja hana þó svo að aftur, mér finnst ekki mæla með Evrópusambandinu þegar þeir setja, því að ef þið ætla að kynna ykkur Evrópusambandi þá skoðið opinber gögn frá Evrópusambandinu og í alla þennan tíma höfum við ekki, það tilgreind öll umsóknarríki, meira að segja Tyrkland sóttu þegar ég var í menntaskóla, ekki á lokaári. Öll tilgreind, en Ísland hefur aldrei verið tilgreind. Og það þeir komið núna og segi, heyrðu smámál, við hittum núna utanríkisráðherra sem að vill fara í Evrópusambandið og við erum bara þetta í gildi. Það finnst mér ekki mæla með þeim, en ég mun gera allt. Þar með talið að flytja svona þingsályktunartillögu bara til þess að bæja frá okkur þessari vá, því þetta er vá og ég vek athygli á því. Ef við förum að inn og skoðum reynslu Breta, sem ég þekki kannski betur heldur en flestir vegna þess að ég var utanríkisráðherra þinn tíma, gerði samningu Breta sem var mun betri heldur en Evrópusambandið gerði við Breta og bara var í samskiptum bæði Evrópusambandsmegin og Bretlandsmegin. Ef að Ísland fer inn, þá er útilokað að við komumst og ekki að við getum ekki fræðilega komið, heldur munið að nota eins og notu á Bretana sem þó 5. stærsta efnahagsveldi og segja, heyrðu, ef við ætlum ekki að greiða okkur þetta, ef við ekki veiða áfram hérna inni og svo framvegis, þá ætlum við að stoppa á aðgangin ykkar á okkar stóra markað sem næsti markaðun ykkar. Þeir sögðu, heyrðu, en byrju þið tapir líka á því og því skalum tapaði mest, skiptir ekki máli. Við ætlum að gefa þau skilaboð að það borgi sig ekki að fara úr ESB. Ef að Ísland, við erum frábær, en við erum 400.000 og það við fengjum aldrei samningin aftur,
Þetta í rauninni svona ómöguleiki að komast út eða fyrir minn. Evrópusambandið syngur eins og Herbert Guðmundsson, Can't Walk Away. Já. Heyriði. Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Já. Heyrðu, svo við vitnum hér í heimsbókmenntirnar. Fjármálaáætlunin. Fjármálaráðherra kynnti þessa, áætlun fyrir árin 2027 til 2031. Þarna kennir ýmissa grasa. Þegar þú horfir á þetta, hvað það helst sem að þú tekur með þér inn í helgina? Náttúrulega stóru tíðindin þarna eru að við erum að stöðva hallarekstur ríkissjóðs og fáum fyrstu hallalausu fjárlögin síðan 2019. Gríðalegur halli 2020-2021 út af COVID og síðan hefur þetta því miður haldist 109 milljarðar 2022. En þetta er að stöðvast og það gerur okkur síðan kleift að byrja að greiða niður skuldir ríkisins og það eru þarna ýmis skemmtileg gögn meðal annars hvernig skuldahlutfall ríkissjóðs mun draga saman á tímabili fjármálaáætlunar sem eru náttúrulega frábær tíðindi líka. Úr 44% í 41. Þegar við erum að reka ríkissjóð með halla og samna skuldum þá erum við náttúrulega bara að senda reikningin fyrir velferðinni í dag á komandi kynslóðir og það er eitthvað sem ég fagna við sem loksins að taka á því. En þetta er ekki nema milljarður í afgang á næsta ári. Manni finnst þetta svona veiklulegt að mörgu leyti. Já, en allavega við erum þá búin að ná þessu skrefi að við erum ekki að fara að þurfum ekki að taka lán fyrir rekstri ríkisins á næsta ári. Hvort sem það er 1 milljarður eða 10, þá er það allavega stórt skrifa. Við erum ekki með gat sem þarf að fylla upp í. Þannig að ná því skrefi er bara frábært og síðan náttúrulega eins og ég sé að þú ert með töflurnar hérna fyrir fram að við þig, að þá síðan eykst afgangurinn á tímabili fjármála áætlunar og það sem við erum líka að gera er að annars staðar hérna í kynningunni sem að Daði var með í gær að útgjöld ríkisins sem hlutfall af landsframleiðslu er að dragast saman og sömuleiðis tekjur ríkisins, þannig að rauninni skattbyrði fyrirtækja og almennings eru rauninni að minnka á tímabili fjármálaáætlunar og sömuleiðis plássið sem að báknið tekur í heildarhagkerfinu. Hvernig líst þér á þetta, Guðlaugur? Fyrst fyrir í fjárlögin og þar sem er kannski nýtt eða það er að fjármála áætlun og þar sem maður þarf svolítið að leita á meira fyrir svolítið áður en þar til dæmis kemur fram að lánsfjárjöfnuður er neikvæður allan tíman. Það því með öðrum orðum það þarf að taka lán. Og í ár 26? Nei, þetta er allan tíman. Og síðan í ofanlega er það þannig árið 2025 hefði verið réttu með við núllið ef að það hefði ekki komið sér 4 fjáraukalög með öllum útgjöldunum hjá þessi ríkisstjórn. Því að þau bara ákvaðu að stað þess að það er með afgangi að það yrði með halla í ofanálag að það var ótrúlegt metnaðarleysi að hafa ekki hallalaus fjárlög 2026 og þeir felldu allar tillögur okkar sjálfstæðismanna hagræðingu, skattalækkanir og þar sem að við komum í fjárlagagerðinni. Skila skattalækkanir hallalausum fjárlögum? Nei, við komum líka með hagræðingaraðgerðir eins og mannst og það var hver einasta tillaga felld. Nú get ég alveg skilað þeim ekki samþykkjar allar eða þá þeir kemur einhver aðra leið. En við vorum með tillögur hallalaus fjárlög núna í fjárlagagerðinni síðast og það var allt saman fellt. Ofanlag, milljardun segir okkur bara það, þetta verða ekki hallalaus fjárlög. Það er bara næfuþund og aðhaldið, hvar er það? Heitir á tekjuhliðinni og þú ert með 8 skattahækkanir þar sem að talið að geti numið 57 milljörðum í aukna skatta á tímabilinu. Í ofanálag ertu síðan með stóra aukningu þegar kemur að sköttum á þeir sem að nýta sér vegilandsins og það er áhugavert að því að það var hækka veiðigjald sem vísu skilaði 900 milljónum en ekki 7,6 milljörðum og það var farið í kílómetragjald og það var hækku vörugjöld til þess að setja meira í vegagerð en ef þú skoðar framlögin til samgangna þá lækka þau á tímabilinu. Og reyndar er það bara þannig að þau eru algjörlega búin að missa stjórn á þessum málum og gerðu það mjög hratt og þannig að það er ekki góða fréttir og ég held að við svo eina ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu núna er það að það verið að draga athygli frá því að allt það sem var lagt upp með, hvað sem heitir plan eða sleggja, ekkert að því við gengið eftir.
En í stað þess að bara horfast í augu við þetta og koma með alvöru fjármálaáætlun sem að því að við þurfum ekki að hækka skatta. Vandinn á Íslandi ekki sá að við séum með of háa skatta. Og skattahækkanir sem þarna eru, þær munu leiða til hækkun á húsnæðisverð, þær munu leiða til hækkun á vaxta og auðvitað þegar þú tekur aukna fjármuni frá fyrirtækjum og almenningi, það kemur niður einhvers staðar og það dregur úr samkeppnishæfni. Er það að fara að hækka skatta? Nei, sko, það er náttúrulega alls ekki þannig eins og Guðlaugur segir að aðhaldið sé einungis á tekjuhliðinni. Við erum, það eru þarna ráðstafanir, en það er líka töluvert aðhald í raun. Hvað er aðhald á tekjuhlið? Já, ok. Sko, þetta er þetta bara... Ég var rauninni bara vitnaði það sem að Guðlaugur sagði sjálfur. Ég notaði sjálfur ekki... Hvað er aðhald á tekjuhlið? Það eru bara tekjuráðstafanir til þess að... Hvað eru tekjuráðstafanir? Tekjuráðstafanir, það eru... Ekki nota þessi orð. Hvað er þetta? Það sem við erum til dæmis að tala um þarna er hækkun vitagjalds sem hefur ekki haldið raungildi sínu af því að þetta hefur ekki fylgt verðlagi. Það er breytingar á einhverja breytingar í virðisaukaskattskerfinu sem að reyndar eru ekki útfærðar í fjármála áætlunum. Við fáum að sjá síðar og svo vorum við með baðlón að þau fara úr neðra virðisaukaskattsþrepi yfir í efra virðisaukaskattsþrep. Þannig að þetta eru breytingar í skattkerfinu, já. Það eru tekjuráðstafanir til að fá meiri tekjur til að loka gatinu. Þetta er skatta og gjaldahækkanir. Já. Það eru hugtök sem að fólk skilur. Já. Þá að nota þau, ekki önnur. Ég sko, orðið eins og tekjuráðstafanir hafa líka verið í fjármála áætlunum frá þeim tíma sem að Guðlaugur Þór setti í ríkisstjórn. Þeir eru bara jafnsekir þá í því. En bara fólki sem er að hlusta á stjórnmálin, það verður bara að fá hugtökin beint í aðeins. Og síðan erum við líka að fara að lækka fiskeldisgjaldið af því að, við vorum að mæla núna fyrir, atvinnuvegaráðherra var að mæla fyrir lagareldisfrumvarpi fyrir í vikunni sem að hefði verið mjög gaman að ræða líka, en þar erum við að lækka skatta á fiskeldið því að þetta var einhvern veginn mjög flókið og skrítið eins og þetta var og tók ekki mið af afkomu fyrirtækjanna. Það er það sem við erum að leiðrétta, þannig að þetta taki mið af afkomu fyrirtækjanna og þar leiðandi með fiskeldisgjaldið lækka. Þannig að það er ekki þannig að allar breytingar í skattkerfinu sem að þarna eru séu til hækkunar. Og þessar tekjuráðstafanir, skattabreytingar, gjaldabreytingar, hvað sem maður vill kalla þær, eru til dæmis þetta er lægra en í fjármálaáætluninni, seinustu fjármálaáætluninni sem ríkisstjórnin sem Guðlaugur Þór setti í. En það verið að hækka skatta, maður upplifir það náttúrulega viðstöðulaust. Það var gert í fjárlagavinnunni núna í desember og það er verið að boða frekari skattahækkanir. Já, til dæmis eins og ég nefndi með baðlónin, það er verið að færa það upp í efra virðisaukaskattsþrep. Er það almenn skattahækkun á fólk og fyrirtæki? Ég er ekki sammála því. Það er góð og gild rök þar á bakvið, eins og ég nefndi. Það verið að hækka skattan á tiltekna atvinnustarfsemi. Já, en eins og ég segi, þessar tekjubreytingar, tekjuaðgerðir í fjármálaáætluninni eru umtalsvert minni en til dæmis var í seinustu fjármálaáætlun seinustu ríkisstjórnar. Og á móti erum við með talsvert aðhald á útgjaldahliðinni. Það er náttúrulega búið að vera í fréttum til dæmis þessi fækkun ríkisstarfsmanna eftir að þeim fjölgaði 19% á vakt seinustu ríkisstjórnar. Það var hann að vera að taka eitthvað skref til að veita aðhald í þeim efnum til þess að loka gatinu. Það er stóra markmið. Hvað er 1%? Hvað er þetta mikill fjöldi? Þetta er eitthvað 200 manns. Það er ekki 1% af ríkisstarfsmannum. En hvað sem því líður, má ég aðeins kannski komast inn í þetta, þarna að því út af gagnrýna ég noti þetta orðalag. Ég er að bara vitna beint í fjármálaáætlun. Já. Og þegar við varst tala um skattahækkanir, þá nefndur ekki að það á að hætta að endurgreiða virðisaukaskatt og byggingarstað sem hækka byggingarkostnað. Þú nefndir ekki að það á að hækka skatta á ferðaþjónustunni með einhvers konar náttúrupassa eða hvað er. Ja, og þú nefndir ekki... Það hefur legið fyrir síðan í stjórnarsáttmálunum. Og þú nefndir ekki að nú ætla menn að fara á litlu og meðalstóru fyrirtækin, örugglega heitir að leiðrétta gatið eða hvað það er og hækka skatta á þessa einyrkja og litlu fyrirtæki. Það er annað. Og ég er bara að vitna í það sem ég las, en þetta á að geta skilið alltaf í 57 milljörðum. Sem er minna en í seinustu fjármálaáætlun. Ég þekki það ekki, ég get skoðað það. Aðalatrið þetta,
það er verið að hækka skatta alltaf í 57 milljarða. Yfir 5 ára tímabil. Já, og það kemur bara í hverju plaggi sem frá okkur kemur að þá alltaf verið að hækka skatta. Og í ofanálag að þá erum við að sjá, við hækkum skatta gríðarlega sem ollu verðbólguskot og gjöldum og þá vara við því, það voru allir við því, en þið fóru samt í og það hækkaði verðbólguna. Og þið sögðuð, heyrðu, ekki af áhyggjur þetta verður allt nýtt í að byggja upp vegi. Og svo skoðið fjármálaáætlunina að þá lækka framlögin á þessu 5 ára tímabili þegar kemur til samgangna. En í ofanlag ætla menn að fara, og það er eitt af því sem við verðum að ræða, það er að blessa betri samgöngur, það er svo með einhvern samgöngusáttmála sem á að skila 143 milljörðum í einhver flýtigjöld, hryllileg starfsemi hérna, eða réttar að setja skipulega slys hérna nálægt okkur í Keldnalandinu. En punkturinn er bara þessi, þetta eru bara skattar og skattar, en aðhaldið er afskaplega lítið. Ingvar, þið sögðuð í kosningabaráttu 2024, þið ætluðu ekki að hækka skatta á fólk og fyrirtæki. Já, við sögðum við myndum ekki hækka og við erum ekki að hækka tekjuskatt, við erum ekki að hækka fjármagnstekjuskatt. Þið sögðust ekki ætla að hækka skatt á fólk og fyrirtæki. Það er bara fólk og fyrirtæki sem borgar skatt á Íslandi, það er engin annar sem gerir það. Já, en það sem við þarf að gera og það sem hefur til dæmis seinustu ríkisstjórnar tókst ekki að taka nauðsynlegar ákvarðanir til að gera, það er að loka fjárlagagatinu. Þið sögðust ekki ætla að hækka skatt á fólk og fyrirtæki. Já, við myndum ekki fara að ráðast í þessar tekjuráðstafanir, þá þyrftum við að reka áfram ríkissjóð með halla og þá erum við að senda reikninginn fyrir velferðin í dag á komandi kynslóðir. En af hverju lofuðu þið fólki í kosningu 2024 að þið ætluðu ekki að hækka skatta, en gerið það svo? Við erum ekki að hækka skatta á fólk og fyrirtæki, við erum ekki að hækka tekjuskatt, við erum ekki að hækka fjármagnstekjuskatt. Hverjir borga þá þessar 57 milljarðar núna. En hverjir borga þá þessar skatta ef það er ekki fólk og fyrirtæki? Það er til dæmis mjög ferðamenn, af því að við talaðum breytingar á gjaldtöku á ferðamannastöðum í eigu ríkisins sem kom fram í stjórnarsáttmálanum hefur legið fyrir frá upphafi og líka eitthvað sem við viðurkenndum í kosningabaráttunni að við vildum gera. Þannig að við töluðum ekki að það ætti ekki að ráðast í neina breytingar á gjaldtöku eða sköttum. Við töluðum meðal annars fyrir því gjaldtöku á ferðamenn á helstu náttúruperlum í eigu ríkisins. Það lá fyrir í stjórnarsáttmálum, lá fyrir í stefnu Viðreisnar. En ertu þá að segja við mig að það séu ferðamenn sem munu borga alla þessar auknu skatta? Ekki alla þessar skatta, nei. Hverjir borga þá hinlutan? Fólk og fyrirtæki eitthvað að því, en eins og ég segi, ef við myndum ekki ráðast í þessar breytingar á tekjuhliðinni, að þá værum við ekki að loka fjárlagagatinu og þá værum við að senda reikninginn fyrir velferðin í dag. En var það ekki eitthvað sem þið vissuð í kosningabaráttunni 2024? Var það ekki eitthvað sem þið vissuð í kosningabaráttunni 2024 þegar þið sögðust ekki ætla að hækka skatta? Já, ég er ekki viss að skilja spurninguna eða hvað? Vissum við ekki að... Nei, ég bara velta fyrir mér almennt með stjórnmálamenn þegar segja við ætlum ekki að gera þetta. Já. Alveg svo Kristrún sagði við ætlum ekki að fara að sækja að Evrópusambandið. Það stóð fyrir, það kom fram í stefnu Samfylkingarinnar. Já, en hún sagði það við tölum að hún ætlaði ekki að gera það. Og eins með skattana, ekki að hækka skatt á fólk og fyrirtæki, en það er við að gera það. Og minna en til dæmis ríkisstjórnin sem að Guðlaugur Þór sagði ég ætlaði að gera með sinni seinustu fjármálaáætlun. Já, það er rétt. En sko, fyrsta lagi þá fenguðu mjög gott bú. Ég ætla ekki að skrifa upp á allt það sem var í þarna síðustu ríkisstjórn, við vitum það og það er margótt verið bent á það í stjórnarandstöðu að hún var ekki sammála hluti og núna getum við sjálfstæðismenn sýnt beint á okkar spil hvað við viljum gera en í samstarfi að þá koma átt aðra niðurstöðum. Ég veist eins og það er ótrúlega, eða einhverja málamiðla, en mér veist ótrúlegt þegar að menn að klifa á því að hallinn, og þá fer pólitísk samstæðum það, að þegar COVID kom, að við myndum setja fjármuni, við myndum safna skuldum til þess að halda efnahagslífinu gangandi. Og stjórnarandstaðan, Viðreisn og Samfylkingin sagði þá í stjórnarandstöðu, þið er ekki ganga nóg langt, þið þurfa að gera meira. Og við vitum hvernig 2025 lítur út. Það geta allir séð það sem vilja sjá að það voru þið sem ákveða að það veri halliðar. Þið ákveðu ekki að halda aftur að ykkur og nýta það að þarna veru komin fjárlög í jafnvægi sem gerða verkum að verkefni 2026 væri miklu auðveldara. Og það er auðvitað þannig, og allt rétt þú segir að mikilvægt að hafa hallalaus fjárlög, en það eru tvær hliðar á þessu. Það er líka útgjöldin og við getum sparað í ríkisútgjöldum og líka bara eins og með náttúrupass og segir það leiði fyrir. Ég beitti mig fyrir því
sem ráðherra málaflokks sem að snýra að umhverfismálunum að við vorum að taka sértekjur, bara með öðrum orðum, ef þú leggur einhver stað, ekki bara ef þú borgar í Reykjavík og þá borgar þú líka á bílastæðin annar staðar, ef þú ætla að nýta salernið, þú ert að borga það alls staðar og það er það sem að við gerðum og skilaði fleiri 100 milljónum ári sem gerði það verkum að það þurfti ekki að hækka skatta á almenning. Því bara ef þú notar snyrtinguna þá átt að borga. Ef þú notar bílastæði notkunargjöld. Stefna þessar ríkisstjórnar er að hækka þetta enn frekar og í ofanálag koma síðan með náttúrupassan sem að allir þurfa að greiða, líka íslenski ferðamenn þegar koma til landsins ef að framkvæmdin verður svipuð eins og hún var lagt upp með síðast en það var þverrpólitísk samstæða með að drepa þá hugmynd. Þetta er mál sem að verður skoða nánar á vettvangi Morgunblaðsins og þetta farðu niður þetta. Hvað sem öðru líður er þetta fagnaðarefni eða tekst að snúa halla ríkissjóðs í afgang og við fögnum því og vonandi að ykkur gangi vel í þeirri vegferð þó að það megi deila leiðirnar sem farnar að því. Við erum brunnir upp á tíma, fólk þarf að komast inn í helgina. Ég geti talað við ykkur hér í allan dag. Við þurfum að komast á þingfund. Já, þið þurfum að komast á þingfund, þetta er betur. Ígor Þórósson og Guðlaugur Þór Þórðarson, þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir Stefán. Við þakkum fyrir þennan ágæta samveruna og samfylgdina þennan föstudaginn. Við eigum síðan stefnumótuð ykkur hér eftir páska. Við verðum ekki hér á dagskrá næsta föstudag enda er það föstudagurinn langi. Ég óska ykkur gleðilegra páska, mótum þá til þess að minnast þeirrar miklu fórnar sem frelsarinn færði á krossinum á sínum tíma til þess að við getum öll öðlast eilíft líf í ríki hans. Góða stundir.